Það komið sæl, það sunnudagur og sinni Egils. Við erum komið með góða gesti núna og síðar í þættinu koma aðri gestir. Það verður mikið rætt hérna í dag. En gestir okkar núna eru Erla Bjarnadóttir, Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur og starfsmaður hjá Mjólkursamsölunni og Jóhanna Pavlovsík, mannfræðingur. Pavlović. Ragnar Þór Ingólfsson, ég fór rétt með það. Já. Og gengt með sittur Gunnar Smári, en sko ef við förum svona yfir, það er mikið að gerast í pólitíkinni. Við vorum nú að ræða þetta í bílnum á, en ég verð að segja að svona það virðist vera komið svona vilji í Framsóknarflokknum til að flýta, hvað heitir það hjá þeim, flokksþingjó og til að sem sagt hvort þeir ekki kjósa nýja fórustu, væri það ekki eðlilegt? Já, ég hlustaði nú reyndar í staðan fyrir að hlusta hátíðisfréttin í útvarpinu sem vorum að gantast með á þann, þá heyrði ég viðtal við Sigur Inga á Bylgjunni. Og hann talaði þetta nú allt niður og hefði tekið eftir því að þetta væri svona munstur hjá mokkanum, ein frétt á dag og það væri ekki mokkin sem að stjórnaði för þarna. Ég veit ekki, mér fyndist nú allt í lagi að menn myndu nú bara anda rólega og keyra eftir sínu plani, sko. Mér finnst ekki góð lenska eins og til dæmis. Þetta er vissulega fór þeir, afhróð held ég sé nú skemmtilega að segja. Það eru 13 í film. Já, en menn alltaf endilega græða því að hlaupa upp til hand og fóta, sko. Ég veit það ekki. Sigurður allavega bara þetta allt í baka, þannig að ég sé nú með aðra sorsa í Framsóknarflokknum til þess að bregðast við þessu. En það er svo illa fyrr. Ég hef ekki mikla skoðun á Framsóknarflokknum, sko. Nei, bara þá svona almennt að formaður svona bara... Sko, ég held að ég sé alveg sammála sem að hún hefur sagt og Erna það ekki, já. Og ég skil samt einhver leiti kannski að menn vilja breytingar og þú veist einmitt að því að þau gekk náttúrulega alveg illa í kosningum og allt það á mörgu leiti en kannski er allt í lagi að greina eins í stöðun og leyfa einhvern tímanum aðeins að flæða til þess að alltaf þegar maður greinir einhvern veginn eitthvað augnablikinu og lítur sem tilbaka þá kannski er eitthvað þarna sem maður misti kannski af eða sá ekki fyrir sér eða eitthvað annað þannig ég held að þetta er bara eins að leggja stæla bara anda rólega og taka einhvern veginn, skref fyrir skref. Svo Ragnar Þór Ingólfsson, nýkjörinn alþingismaður, þetta er fyrsta viðtal sem þú ferði í eftir kjörið. Já, ég hélt reyndar að þetta væri fyrsta viðtalið en ég var leiðréttur með að ég fór í Silfrið held ég bara Við myndum eftir því. Nákvæmlega. Hver maður í Silfrinu. Það er alltaf, ok, við ekki segja allavega fyrsta viðtalið eftir að við náðum saman stjórnarflokkarnir og já, þetta er tölver breyting, maður svona er að melta þetta allt saman og átt að sjá þessu. Hvernig líst þér á stjórnarsáttmálann og það sem koma skal? Mér líst mjög vel á þetta stjórnarsamstarf og þá flokka sem að náðu saman. Þetta var eiginlega svo lending sem að var að mínum að þetta eina lendingin í stöðunni og hérna er að verða alveg hrein stjórnarskipti, það er engin annar flokkur sem að kemur úr fyrir ríkisstjórn inn í þessa og þar leiðandi erum við held ég kannski að fá bæða eins svona hreinna borða að vinna með og líka held ég að sé bara að ég skynja allavega gríðanlega létti í samfélaginu og væntingar og það verður auðvitað mikil áskorun að standa undir þeim en mér líst mjög vel á það sem er komið og ég tel að það sem við munum ná kannski að gera á fyrsta ári verði grunnur af ennþá meiri og betri árangri sem að endurspeglast í því sem að við vorum að berjast fyrir og leggja upp með í kosningabaráttunni. Þannig að þú gengur bjassið til verka? Já, ég er allavega mjög sáttur svona með hvernig þetta hefur þróast og við hittumst þingmenn og þingflokkar meirihlutans á föstudaginn síðasta og þar var verið að svona þétta hópinn og eftir þann dag, þann vinnudag og þá einhvern veginn var maður ennþá bjartsýnni og ánægri með verkefni framundan. Já,
Smári, þetta hjá mér að það er svona flýta flokksþingi framsókn til að henda strandkafteinin út. Þú ert ekki sammála mér? Nei, ég er ekki náttúrulega í Framsóknarflokknum og veit ekki hvernig hann svona tikkar. Nei, bara almennt, sko. Það er skiljanlegt að þetta er versta útkoma flokksins í sögunni. Skiljanlegt að það séu margir sem eru í áfalli yfir því og fólk bregst svona ýmis konar við áfallum sem verða reiðir og aðrir verða sorgmæddir og eins og við þekkjum svona í hópi og það er alltaf þannig að það er einhverju sem að vilja bara henda formannin og svona, en ég var að segja við þennan áðan í svona bílferð okkar að ég man ekki eftir því að neinn hafi svona andmælt svona áherslunum sem að voru lagðar í Framsóknarflokknum. Það var svona fyrir kosningar. Það var lagt upp með það að við hefðum nú viljað halda áfram að við erum með svo duglega að vinna í ráðuneytunum, við erum með einu ráðherrarni sem hafi bara einbeitt sér okkar verkum að meðan hinn hafi verið að rífast og Bjarni kom og tók þetta frá okkur þannig að annars hefðu við geta klárað þetta og þetta var línan sem að ég heyrði Sigurð Inga tala og ég er ekki betur en að Willum og Ásmundur Einar og Lilja væri öll á þessari línu. Þau náðu ekki kjöri? Nei, ég fór að skoða það því ég sagði í bílnum sko að ekki þeirra hefði fengið meiri stuðning í sínu kjördæmi en ég fekk á Sósíalistum. Það var Willum fekk það sama, 5,9. Og mér sýnist að hann væri svona næsti kjördæmaðurinn inn af því að hann er í suðvesturkjördæmi þar sem síðasta sem að fer inn er Nanna Margrét, annar á lista Miðflokksins sem fekk 12, þannig hún farið inn á 6%. Þannig að hann náði ekki inn. Þannig að ekkert að þeim getur komið inn og sagt, þú veist, ég er með miklu meiri stuðning heldur en formaðurinn. Nei, mikið rétt. Flokkur fær mesta stuðningin í norðaustri, þar sem að hún Ísaksen, fyrrverandi þingflokksformaður, er. Ég hef ekkert orðið var við það að hún sé að gera svona kröfu, þannig að ég veit ekki alveg eins og þær eru að segja hvort það líka eitthvað á, kannski það Framsóknarflokkur bara að fara í naflaskoðun sem ég veit aldrei hvað snýst naflaskoðunin, að skoða hvað þessi ló í naflanum en og ég meina það finnst mér að Framsóknarflokkurinn er eiginlega búin að vera eiginlega frá tímabili Steingríms Hermannssonar þurft að fara í naflaskoðun því að Halldór dró flokkinn mjög til hægri og varð náttúrulega undir bara Davíð Oddsson í 12 ár og svo loksins þegar hann var forsætisráðherra, hann var eiginlega pólitískt svona örendur bara. Síðan kemur þetta, hvað voru margir formenn hann á þessu tímabili frá Halldóri að Sigmundi? Ég held að það verið bara 5 eða eitthvað. Nei, það var Jón Sigurðsson, Guðni Ágústsson. Guðni var aldrei formaður. Jú. Aldrei kjöri formaður. Nei, hann bara steginn sem varaformaður. Já, hann er formaður sem af sér. Sem varaformaður. Já, það er rétt. Ok, það kemur tímabili sem bara, sumulítið var það að kjósa Jón var svona hugmyndum að fara aftur í samvinnu hugsjónin og eitthvað þess, en hann bara náði því ekki einhvern veginn. Alltaf alveg missefnað því að hann var aldrei á þingi, Aldrei á þingi og svona, hann náði því ekki og hinn hlustu Jón. Mætur maður, mjög svo. Því að við þá ekki bara pröfu eitthvað allt annað og þá er Sigmundur sóttur og flokkur verður eitthvað bara mjög furðulegt. Það er alveg gerólíkt í þessum að Steingrímur Hermannsson hefur horft á Framsóknarflokki þá og sagt, hvað er nú þetta? Og síðan kemur Sigurður Ingi sem að svona róar þetta og mér finnst alltaf Sigurður Ingi hafa verið hægri sinnaðasti formaður Framsóknarflokksins fyrir utan kannski Halldór Ásgrímsson. Alveg rosalega hægri sinnaður, hann talaði samvinnuverkefni, þá var það samvinna einkafyrirtækja og ríkisins við að leggja brýr, það kallaði hann samvinnumenn hljóta að hugsa býtu, einkaframtaki taki yfir opinbera þjónustu og opinbera framkvæmdir, er það samvinnu hugsunum? Þannig að við það flokkurinn ætti að fara í svona naflaskoðun en að henda Sigurði út og hvað taka Lilju í staðinn? Nei, Ingibjörg Ísarsson. Hverju breytir það? Hún var bara á hans línu alveg. Hverju breytir það? Hún ég er bara frekur, mér finnst það sama sem við segjum með Sjálfstæðisflokkinn. Ef Áslaug Arna kemur, hvers konar Sjálfstæðisflokkur er það? Eða Guðlaugur Þór, eða Þórdís Kolbrún, eða Guðrún Hafsteins, eða einhver? Hvers konar, það er alltaf verið eins og við sem að velja eitthvað fólk, þú veist að við sem svo leið á að vera að horfa á sama fólki, en ef við ekki verið að tala bara um pólitík og einhverja stefnu, eða Framsóknarflokkurinn að því? Ég ekki verið að vera það. Nei, en svo líka hver málstaðinn eða færir hann fram, það skiptir máli. En ef ekki að hvíla þetta með Framsókn? Nei, mér finnst það allir að ræða það. Ég meina, var það Framsóknarflokkurinn, voru þeir með góða stefnu, bara góða flokk, nema þeir höfðu svo lélegan málsvara
Er það niðurst? Hafðu þið fengið bara 12% ef að Ísaks... Það veit enginn. Það veit enginn okkur maður. Kannski, ég meina, þessi flokkur hefur verið svona miðjuflokkur mörguleiti sem hefur verið balansað þetta hægur og vinstri og kannski hefur verið stólið því hlutverki svona, þannig að kannski er þetta eitthvað svona existensialísk krísa það sem að þau eru í einhverju svona naflaskoðunum þeirra eigin tillis hver hlutverk framsóknar, þannig að það geti verið að þetta sé svona þannig viðbrögð, það mörguleiti líka. En þegar þú talar þessa hægri áherslur hjá framsóknarflokknum þá velti ég líka fyrir með þessu umhverfi sem að stjórnarflokkar mótast í þessu ríkjandi hugmyndafræði sem er rosalega byggð á nýfrjálshyggju og hvort að kannski þessi orðræða Sigurður Inga hans viðhorf séu líka mótuð bara af þessu normi sem er innan stjórnsýslunar sem er rosalega hægri sinnuð að mörgu leyti hvernig á nálgast hlutina og þessi hugtök verðmætasköpun og nýsköpun og allt það. Hvort það sé bara svona ómeðvitað hann er svona að taka þátt í þessu að vera bara með öllum öðrum af því að þetta er bara hugmyndafræðin. Algjörlega. Þegar hann verður til fjármálaráðherra og vill koma fram og vera góður fjármálaráðherra á mælikvarða fjármálaráðandisins, þá er hann eiginlega bara gangast inn á bara allt sem að nýfrjálshyggja stendur fyrir. Og hvað svona framsóknar mennska er það? Ég ætla að vitna þess í Davíð Oddsson. Hann sagði að sumir ráðherrar verða mjög fljótlega húsvanir og þeir eru eiginlega að tala það. Að hann sem sagt drekki í sig andan inn í ráðuneytinu. Ég veit ekki hvort hann kom þarna inn með hugmyndur breytingar, ég held ekki sko. Nei, ég held að hann hafi verið orðin húsvanur sko. Nei, en það sem það líka kannski það sem að kannski framsóknarflokkurinn hann er ekkit mikill flokkur rótækninnar eða þannig að hann vill alltaf flæða með, þannig að það er kannski alveg kemur ekkit óvart. Nei. Já, sko í fyrsta lagi með Sigurður Inga, sko, hann sé fljótur að tilenga sér að verða húsvanur, sko. Hann er náttúrulega búinn að vera í ráðherrastól í mjög langan tíma, þannig að, og hann hefur greinilega tamist vel þar, honum finnst það fýsilegt að vera áfram og hann hefur greinilega ekki staðið í neinni alvöru baráttu við kerfið og orðið þreyttur á því, ég get ekki álíktað annað. En hins vegar þá finnst mér að langar mig að kasta einu enn í sambandi við fylgishrun Framsóknarflokksins og það er ástandið í borginni. Framsóknarflokkurinn kom náttúrulega sá og sigraði eiginlega í síðustu borgarstjórnarkosningum, við höfum að tala um það. Heldur betur. Og borin er til valda áhrifamikil fjölmiðlamaður fyrrum sem að lætur eins og hann koma fjöllum þegar að hún með bent á einhvern grænan kassa sem að mér, að mínu viti líklega keyrir minnstakosti tvisvar fram hjá dag og búin að gera síðan að þessi bygging hófst. Og þýðir auðvitað ekkert að standa svona fyrir framan fólki í borgin og láta þess að þú vitir ekkert. Og hver er að fara að kjósa Framsóknarflokkin í þessu umhverfi og bara svona öðru sem að ég held að kjósundu Framsóknarflokksins í borgarstjórnarkosningu síðast hafi ætlað að fara í samstarfi Sjálfstæðisflokks. Ég tel það nú, að þeir hafa ætlað að fá svona reyn skipti eins og Ragnar Þór er að vísa í að hafa orðið í ríkisstjórninni. Já. Og þetta sé þá bara almennt vonbrigði kjósa þetta með Framsókn, annars er 2021 ekki bara best að kjósa Framsókn sem að skila okkur þessari ríkisstjórn og svo 2022 kjósu breytingar og það eru enga breytingar. Allavega höfuðborgarsvæðinu, sko, hafandi sagt það, þá er þetta kannski ekki svona dýpist fastabilgi, en það hefur alveg ekki allavega tekist að telja þetta fólk á að gera þetta aftur. En er ekki áfælla því að þú byrjuð á Suðurlandi, ekki? Jú. Og starfaði eins og fyrir bændasamtökin? Jú. Er það ekki áfall fyrir Framsóknarflokkinn að miðflokkurinn er stærri og víðast bara umtalsvert stærri heldur en Framsóknarflokkurinn í öllu kjördæmum? Ég held bara að þessar kosningar eru náttúrulega áfall fyrir Framsóknarflokkinn í heild sinni og að því þú varst að tala um Willum áðan, þá voru það náttúrulega Willum versus Sigurður Ingi sem voru þarna á vegasaltinu síðast hjá Framsókn. Og ég gerir nú grína því, sko, ef ég hefði verið kannski frambúið fyrir miðflokkinn þá væri Sigurður Ingi kannski ekki á þingi. Ég svona grínast með það svona í góðra vinna hópi eins og við erum hérna. En jú, auðvitað er þetta áfall fyrir Framsóknarflokkinn, það getur ekki verið neitt annað. Síðasta könnun sem ég man eftir í borginni, þá mældist Framsóknarflokkur var með 4%. 3%. Þannig að það sko býður þeirra skellur þar að óbreyttu sko. Og Einari hefur ekki tekist sem að reynda sko degi tókst ekki heldur. Að skapa vinsaldir í gegnum þetta hlutverk að vera borgarstjóri. Mér sýnst bara Einar ekkert vera í neinu svona tengslum við það hvað kom honum í þessa stöðu. Hann er bara í einhverju svona vakkomi með meiri hlutanum, hann er ekkert að Enga breytingar. Nei. Og þessi orðræða í kringum þetta skrimsli þarna í Mjóttinni, hún ber svona keim bara gaslýsingar að mínu mati. Þetta er alveg fáránlegt. Já.
Sæl. Framsókn kom inn með svaka krafti inn í borgarstjórnarkosningarna síðustu og já, allavega það voru gríðarlega með skynja mikla væntingar hjá borgarbúum með ekki endilega ég meta ekki svo að það endilega verið til þess að fá kannski meirihluta samstöð með sjálfstæðisflokknum heldur bara fyrst og fremst að það voru gríðarlega bara merkilegt að fylgjast með því hvað mikil togstreita í kringum pólitíkina í borginni og sjálfstæðisflokkurinn eða minnihlutin á alveg sinn þátt væntanlega í því líka en kemur síðan inn, vinnur þetta stór sigur og það verða einhver meginn engar stefnu áherslubreitingar á einu en einu það er einhver meginn ekkert og hvort sem að það í húsnæðismálum dagvistunarmálum eða bara öllu sem snýra borgin það verður einhver meginn engin breyting með innkomu framsóknarflokksins inn í þetta samstarf heldur bara rauninni styður rauninni bara óbreytt ástand í borginni sem að ég held að margir borgarbúar voru mjög þreyttir á og eru sjálfsagt enn þreyttar í dag þannig að það er allavega svona held ég blasi við að það verði allavega stefnir í mjög áhugaverða kosningar í borginni núna næst vegna þess að ég held að sérstaklega eftir þennan skandal með græna gímaldið að ég held að það hafi svona verið eða var einhver dropi sem að fyllti það glas og fletti yfir þá var þetta sko gusa. Það var kjörstað þarna í þessu húsi. Það var að koma og kjósa í því. Já. En varðandi Framsókn í borginni það er þó grænt. Já, því að það er margir. Já, það er ekki grænt. Og við erum grænt. Við erum að fá ríkisstjórn núna sem er að boða breytingar. Og stundum veltum maður fyrir sér að maður höfst viðtal við valkyrjunar og svona sömuleyti veltum maður fyrir sér þær að lendi í það sama og þess Katrín Jakobsdóttir lendi í að hún er breytingin að þær séu breytingin og þegar Einar færið þess að glimrandi kosningu var ekki 17,1% í 4 borgarfulltrúar raunverulega og algjör lykilstaða í samningum áframhaldandi meirihluta þú eiginlega getur náð fram næstu eins og þú vilt eins og mann finnst til dæmis Viðreisn hafa náð í allavega í stólaskiptum og fleira í þessum og líka í ríkisfjármálum. Er þetta ekki bara eitthvað svona blinda sem að stjórnmálafólk verður oft fyrir að það áttar sig ekki á því að það ætlar að breyta ykkur þá verður að breyta ykkur, þú ert ekki breytingin það er ekki breyting fyrir okkur að Einar sé orðið borgarstjóri, okkur er alveg sama hvort það sé Einar eða Dagur eða eitthvað þú verður að breyta ykkur og það ætlar að breyta ykkur ég held að þetta sé bara þú keyrir kosningabaráttuna á breytingar og við vitum að Ragnar er sannfærður að næsta kjörtímabil verður eitthvað allt öðruvísi en að því að við erum ekki einhvern veginn inn í þessu þá erum við svona við höfum lifað þetta áður og segjum já Ragnar minn tölum saman svona eftir kannski í haust það er næsta þátt og þá kemur í ljós að sjáðu svona lofti fara úr með svona í hverju þetta er svona áfram breytingum en það er bara rosaleg vinna og einbytni að sveigja kerfið og stefnuna og fá almenning í lið með sig það er rosalegt jobb en við höfum líka marg talað um það að það vantar þingmenn sem hafa reynslu af verkalýðsbaráttu en á þing? Já, þannig nú allir maður sem hefur reynslu Ég get alveg sagt að ég þegar var farið að svona glitt í það að það væri geð atlega að flokkurinn okkar færi í stjórnarsamstarf að þá hafði maður auðvitað áhyggjur af því að áhersluflokkana voru þetta mörguleiti ólíkar og mörguleiti líkar að þetta er enn ríkisstjórnin sem að myndi koma sér saman nægilega lágan samnefnara til þess að geta ítt sjálfstæðisflokknum og Framsókn úr ríkisstjórn. Það er breytingin en við erum ekki Bjarni Ben. Ég sé það og maður hafði þetta ágjörð af því að það er kannski svona eina meirhátta breytingin en það komið svo óvart hvað er mikil vilji til breytinga og þó kannski stjórnarsáttmálinn hann segir nú ekki allar söguna að þá er ég virkilega bjartsýnn á það að það verði raunverulega breytingar og fólk muni finna fyrir þeim tiltölulega fljótt og svo ennþá betur og meira þegar álíður á tímabilið og þess vegna er ég mjög bæði bjartsýnn og ánægður að
vera þáttakandi í þessu og geta eiginlega ekki beðið eftir að geta að byrja að vinna. Ég held að þú eru að bíða í nokkra vikur eftir að koma saman. Ég er reynda að byrjaður. Ég má nú örugglega segja frá því. Ég var nú skipaður í nefnd sem á að fara yfir álit landskjörstjórnar út af kærumálum og taka einhverja ákvörðun það. Ég get svo sem ekki lýst þessu frekar því ég kem algjörlega nýr á þessu borði og er náttúrulega bara að læra þess líka en við erum það er vinnan hafin á fullu, fólk ekki að setja auðum höndum. Þar er spurningin raunverulega það að maður gæti Willum hugsanlega fellt Sigurð Inga. Ja, mögulega. Það er stóra máli í þessu. Það getur geta mögulega orðið einhverja breytingar. Það er ekki loku fyrir það skotið. Ég náttúrulega veit ekki allavega sem komið hvaða kærur þetta eru, en ég veit að það tengjast allavega kraganum. Frá Framsóknarmönnum. Já, í kraganum. Og ég held að sé einhverja fleiri líka skildist kannski það, En varðandi svona breytingar fyrir utan það lífshægi Sigurðar Inga og Willum, hafið þið trú á því að þessi ríkisstjórn muni leiða inn afgerandi breytingar í þeim málum sem að miklu skipta? Ég ætla að leyfa með það. Ég hef ekki endilega haft mjög mikla skoðun á þessari nýri ríkisstjórn. Mér langar bara að leyfa henni einhvern veginn að sýna hvort að hún geti leitt til breytingar ekki. Það var of mikil kannski of mikil gagnrýni hinum megin og of mikil svona von hinum megin. Ég held að það sé eitthvað jafnvægi sem þarf af því að ég ætla ekki að hafa of mikla trú á. Ég bara er rosalega efins á ríkisstjórnir og stjórnmál og svona og það er allt í lagi en ekki það að ég hafni algjörlega kannski, stjórnmálum á því leyti að allir tala alltaf breytingar en ég er bjartsýn einhver leyti en ég er samt einhvern veginn samstundis líka má alveg vera svona skeptísk á að þetta, ég veit ekki hvers konar breytingar verður að boða upp á. Ég er náttúrulega svolítið, kannski, mér finnst að það mætti alveg vera meiri vinstri áherslur þarna inn á, meiri róttækni en þessi ríkisstjórn getur held ég ekki búið upp á slíkt, sérstaklega ekki kannski með Viðreisn innan borðs, þannig að þar kemur kannski skeptisism en ég veit ekki alveg hvar Viðreisn á öllum flutum einhvern veginn. Þannig að, Þau vilja ekki hækka skatta á fjármálum. Nei, sem er mikil vonbrigði því það var það sem ég var að vonast eftir. Þá einhvern veginn, þarna kemur þessi vonbrigði strax einhvern veginn inn af því mér finnst það skipta rosalega miklu máli. Ég held að þetta séu gríðarlega mikilvæga breytingar sem verða síðan ekki. Þannig að það er alls konar svona, þetta er bara að leyfa maður. Sér þú fram á mikla breytingar í samfélaginu? Ég er nú svona svipaðri línu og sessunautu minn Ég á ekki von á Ég ætla bara svona að leyfa þessar ríkisstjórn að þess að sína sig og hún kemur væntanlega fram með málaskrá. Ég er mjög spennt og ef að Ragnar vill kommenta á til dæmis hvað ætlar að gera í húsnæðismálum og uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Þar lagði Ragnar og Flokkur fólksins til bara gerbreytt húsnæðiskerfi og það er ekki að sjá það í stefnuyfirlýsingunni? Nei, þannig að þetta er nú mál sem var mikið til umræðu í kosningunum og en svona ég vil ekki vera að tala neitt út á borðinu og eins og þú segir hvaða breytingar eru það sem við viljum þá sjá að þessi ríkisstjórn til dæmis hefur þegar talað í sambandi við innflytjendur og útlendingamál og ég held bara hún sé búin að taka upp stefnu Miðflokksins svona stórum atriðum þar. Já, kemur mjög mikið óvart til dæmis. Þetta var eitt af því sem að Inga lagði áherslu á að verið að tala að svipta fólk dvalarleyfinu ef það brýtur af sig. Já, innleiða stefnu Dana eða eins og þetta var rættum í Silfrinu, Norðurlandana og það kom ekkert fram endilega hvaða Norðurlands því að þau eru nú eitthvað mismundi í þessu en ég veit ekki hvaða ræður Sigmundur á að flytja í þinginu eftir þetta þegar Inga og hinnar valkyrjurnar eru búin að setja þetta á dagskrá. Ég vil bara segja það. Sjálfnast við málgreinu, hann var alltaf mætir í vinnuna. Já, hann hefur allavega stigið ræðstólum þessi mál og ef það er búið að slá þetta úr höndunum á honum þá og ef þetta er eitt af því sem við erum að sjá sem breytinga með þessar ríkisstjórn. Ég er ekki að leggja neitt mat á það, skiljið. Upplifðir þú þetta líka? Þetta væri línan væri komin núna og þau ætla bara að vera harðari en Miðflokkurinn? Ég upplifði þessi útlendingamál vera svolítið þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur svolítið verið að reyna að taka upp þennan bolta og hefur verið svolítið gagnrýndur fyrir það og ómennskvattur fyrir það einhver leyti svona sem er alveg góð gagnrýni og allt það en síðan einhvern veginn sér fólk kannski alveg að
svona viðhorf almennt samfélaginu eru svolítið að farin að vera svolítið svona sammála Sjálfstæðisflokknum. Þannig að ég held kannski og hvernig tónninn hjá samfélaginu var, hann var ekki alveg jafn sko kannski róttækur og grófur í Sjálfstæðisflokknum, en hann samt alveg keim líkur það einhver leiti, kannski svona smá rómantiserandi, kannski ekki jafn svona beinn. Segist eins og Guðrún Hafsteinsson, hún svolítið bein. Eins og þessi útlendingunum að kenna og meðan í samfélginu var atvinnustefnan. Þetta verið atvinnustefnan sem hefði dreigið hingað inn og mikið að umhlýtutum. Já, akkurat. Og þannig að það það sem lét mig vera rosalega skeptisk á samfélgingunni en hvernig þessi máli myndi fara. Þannig að ég kemur ekkert á óvart þetta sé að gerast, en það sem kemur mér kannski svolítið, það sem ég finnst leiðilegt við alla þessa umræðu, hvernig, þetta valkjörustjórnin og allt það og allar þessi jafnréttisparadísar branding, nation branding sem viljum alltaf kvenleg gildi. Já, viljum alltaf framsetja okkur, markasetja okkur fyrir restan af heiminum, og ef þær eru með svipar áherslur til dæmis og Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur, fá þær þá í gegn af því að þetta ímyndun jafnréttisparadísina, skilur við. Þetta svolítið svona, þetta það sem mér finnst ekki skemmtilegt við þessa nýju identity politics einhvern veginn, og þannig hvernig feminísku rótkunni hefur mist einhvern veginn algjörlega á hugmyndafræðin skiptir alltaf máli. En ekki alltaf stjúju flotta þessi auðveldara fyrir konur að koma fram vondumálum, það sé ekki tilvíðun að aðalmálsvari stórútgerðum á Íslandi sé kona. Ég held að við séum komið þangað og ég held að það sé ekki góð þróun, og þá vil ég líka vísa til bandarískra kosninga hversu mikið fólk var tilbúið að leyfa Kamala Harris að halda fram að, hvað maður segja, senda vopn til Ísraels og tala Palestínumenn alls konar hátt sem var skárra heldur en Trump sem ekkert endilega að skárra. En ekki þannig, kannski misti ég af einhverju, en Þorbjörg Sigríður, dómsmálaráðherrann, hún var að tala afbrotamenn. Já, ef kemur hingað maður, hann brýtur að sér, og ef refsingina sé svo, hann verður rekinn úr landi, og það ekki refsing. Þá koma bara menn hingað til að fremja glæpi, því þeir eru ekki settir í fangilsi eða dæmdir, þeim bara hendur landi. Ég held að það getur hættulegt líka, sko. En Ragnar, harka í innflytjendamálum hefur ekki verið þitt svona uppáhald. Þú hefur verið frekar með húsnæðismál og svona vaxtakjör og efnahagslega raunveruleika bara venjulegs fólks. En núna það er svona strengur í þínu flokki fólksins, sem svona á miðflokkslínunni. Er þetta erfitt fyrir þig eða? Ég myndur segja kannski að hann hefur kannski verið látið líta út fyrir að vera nær miðflokknum heldur en raunverulega er, vegna þess að það alveg klárt mál að við viljum, og bara flokkurinn hefur það á stefnuskrá sinni að gera vel við þá sem hér koma og hér búa, en hafa viljað kannski taka harðar á svona ákveðnum þáttum sem eru síðan þá bara settir undir sama hatt og þeir allra hörðustu sem hafa verið í þessum málaflokki. Formaðurinn er stundum ansi harður og vill bara loka landamærunum og sitta á flóttamannabúðir og reka fólk úr landi, og þegar hún fer svona í Hama þá er hún eiginlega Sigmundur Davíð 1,3. Já, Inga í Ham er náttúrulega bara Inga í Ham. Ég get ekki sagt að ég líti á það. Það truflar þig ekki? Nei, Inga hefur sterkar skoðanir á þessu. Hún er líka með hjarta á réttum stað og hún vill taka vel utan alla og óháð kyni þjóðarni. Ekki alveg alveg? Jú, hún er þannig. En hún hefur auðvitað líka sterkar skoðanir á því hvernig staða fólks er, til dæmis eldra fólks og öryrkja, og henni mikið mun að bæta hag þeirra, og hún hefur líka bent á það varðandi húsnæðismálin að það hljóta að vera einhver takmörk á því að hvað hægt er að bjóða hinga mörgum til að búa. Hér þarf að vera innviðir og húsnæði til staðar, alveg saman hvort það eru ferðamenn eða fólk á flótta. Þá þarf að eiginlega hægt að bjóða Úkraínufólki hingað, ef það væri málið. Ég bara tala svona almennt. Ef við erum að bjóða fólki hingað, taka móti fólki, hvort sem það séu ferðamenn eða flóttafólk eða að þá þurfum við að hafa bæði pláss og innviði
ég held að hljóta allir að vera sammála það og eins og staðan okkur núna þá hefur þetta allt meira að minna grotna niður, það voru þetta ákveðin vonbrigði í varandi stjórnar sáttmálan að það væri kannski við hefum viljað ganga lengra varandi skattöku til dæmis á ferðamönnum eins og virðisaukaskatt á ferðaþjónustuna og fleira en þetta náttúrulega bara eins og allir þekkja við þetta borð hluti af ákveðnum málamiðlunum það verður þó farið í einhvers konar gjaldtöku hún verður bara með hætti heldur en kannski við lögðum upp með sem þó bóti í máli en síðan auðvitað að tryggja það að hér verði nægt húsnæði og þið komið inn á það að væri ekkert húsnæðismál í stjórnarsáttmála, það bara töluvert húsnæðismálin og ekki húsnæðiskerfið sem að þú lagðir mikla áherslu á að það er bara nýtt húsnæðiskerfi. Við náðum ekki inn nýju húsnæðislánakerfi en það er ekki það með sagt að maður leggi árar í bát hvað það varðar vegna þess að þetta þó allavega komið inn verkalýðshreyfingin, hún Alþýðusambandið setti þetta á oddinn eftir síðasta Alþýðusambandsþing VR hefur dusta reki á þessari baráttu að taka upp nýtt húsnæðislánakerfi bankarnir eru farnir að tala þetta fjármálakerfi sjálft þannig að ef ekki bara að vona það drópin húla steinin vegna þess að þarna þarf eitthvað að breytast og þó að við höfum ekki náð þessu gegn í sáttmálana þá mun ég halda áfram að berast fyrir þessu. Má ég spyrja þig, hvaða breytingar eru þá í sáttmálunum með þínum orðum sagt? Já, það til og með tekur á skammtímalegu húsnæðis til ferðamanna, uppbyggingu og hagkvæmu húsnæði endurskoðun eða farið í frekari rýni á húsaleigulögum til að verja fólk á leigumarkaði, byggingu hjúkrunarheimila og svo framvegis. Við þurfum að fara að byggja íbúðir sem að raunverulega eftirspurn eftir. Ég nú ennþá formaður Bjargs íbúðafélags, þar sem við erum búin að byggja 1300 íbúðir, hagkvæmar íbúðir fyrir tekjulága. Við erum með 4000 kennitölur á biðlista eftir hagkvæmu húsnæði á meðan standa hér íbúður alla borg tómar sem að kosta langt umfram það sem fólk hefur hvorki efna á að leigja né kaupa. Þetta er það sem við ætlum að takast á við. Já, en ég manga bara að fylgja þessu eftir að því vorum líka að tala svona áðan væntingar til ríkisstjórnarinnar og breytinga sko. Þú nefndir byggingu hjúkrunarheimila sem hefur nú skort mjög lengi á að væri tekið á og margir lofað og þið leggið úr vör með óbreyttan tekjuhlið ef ég skil rétt. Þið ætla ekki að breyta neitt stórlega þeim megin. Hækka veiðigjöld eitthvað. Já. Og banka það ekki? Já, þetta er ekki byltingarkenndar breytingar á tekjustofnum ríkisins. Ég held að getur verið sammála það. Og við erum með innviðaskuld og hjúkrunarheimili, sko, hvar á þá að spara? Það verður ekki fengið út úr þessum 1000 eða 3000 tillögum sem eru komnar í samráðsskattuna sem eru svona góðra gjalda verðar ef ég má segja þannig. Já, sko, þetta er mjög góð spurning vegna þess að það sem við höfum verið að vinna til dæmis á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar var þetta uppbyggingu tveggja félaga, Bjargs og Blævar. Blær félag sem getur byggt inn í kaupleigukerfi og félagslegt eignaíbúðakerfi og það er mikið talað fjármögnun í þessu sambandi og það þarf ekki endilega að vera ríkið sem að fjármagnar allar svona framkvæmdir. Erlendis eins og til dæmis í Danmörku þar eru lífeyrissjóðir mjög stórir í fjárfestingu á innviðum, sérstaklega húsnæðisinnviðum. PFA sem eitt allra stærsti lífeyrissjóður Danmörkur hófa að byggja hjúkrunarheimila árið 2017 við góðan orðstýr og lífeyrissjóður almennt í Skandinavíu eru með 10% heildareignum í fjárfestingu í húsnæðis og hjúkrunarheimilum þó húsnæðisliðurinn hlutin sé stærstur. Við færum okkur yfir í þýskumælendum löndin og til dæmis eins og Sviss þá er þetta og yfir 20% og yfir 25% af heildareignum. Ef við værum bara, værum svona þar sem að þetta hlutfall eitthvað svona lægst í svona þeim löndum sem við berum okkur gjarna saman við, þá ættum við að vera í það minnsta í kringum 10% af heildareignum sem myndi þýða að lífeyrissjóðirnir okkar væru með 800 milljarða í fjárfestingu í þessum
eignaflokki. Þetta náttúrulega risa pólitík sem það að halda tekjuöfluninni niðri, ekki leiðrétta tekjulækkunina sem var á nýfrjálsíkjárunum. Þannig að ríki og hið opinbera hefur ekki mátt til uppbyggingar innviða og bara einkavæða uppbygginguna inn í lífeyrissjóðina, en síðan eiga fyrirtæki að leggja brýnnar og það eru fyrirtæki sem eiga að reka hjúkrunarheimilin og þetta bara ákvörðun það að við erum hætt að byggja upp samfélagi í sameiningu, heldur það eini sem hefur afl til þess að byggja upp samfélagið eru fjármagnseigendur og þetta náttúrulega risa pólitískt mál sem að mér finnst að við erum bara að ræða, erum við sátt við þessu að leið, horfið 20, 30, 40 ár fram í tíman og þá munu fjármagnseigendur eiga alla heilsugæsluna, þeir munu eiga alla brýnnar og vegina og þeir munu eiga þar inn líka. Flokkar í lífeyrissjóðuna þar líka. Þeir eru eins og núna, þá eru þeir bara fjármagnseigendur, þeir eru stýrt af samtökum atvinnulífsins, þess vegna samtök atvinnulífsins staðsta power base á Íslandi, það þarna í þessu húsi þarna, það sem þeir fara raunverulega, Ragnar Þór veit alltaf það, hvernig lífeyrissjóðunum stýrt og þeim bara stýrt eins og örgust kapitalistum, þegar þeir eru eigendur einhverju fyrirtækjum þá þeir ekki að byggja, horfa okkur samfélagslega uppbyggingu þannig slíkt, þeir verður að hafa sem allra mestan arð til þess að draga upp á fyrirtækjunum og þeir hafa sveikt fyrirtækin inn í það að horfa fyrst og fremst að þessu rekin, fyrst og fremst með það markmiði að vera arðsum til þess að skila eigendur sem allra mestum arði og þannig munu brýnnar okkar verða, þannig verður heilsugæslan okkar og þannig verða hjúkrunarheimilin og þannig verður Ísland. Er það? Já, sem fyrrverandi stjórnarmaður í lífeyrissjóði og áhuga manneskja og eigandi að töluverðin lífeyri, ég veit nú ekki alveg hvað ég fæ upp úr umslæginu þegar það kemur, en þá verð ég svona kannski aðeins að spyrna hérna við. Það er náttúrulega lög lífeyrissjóð í Íslandi og það er bara hreinlega áskilin hver á að vera lágmarks ávöxtun lífeyrissjóðum og það er það sem að stjórnendum þeirra er skylt og þeir eru ekki að verja hagsmuni annara en sjóðfélag. Það er allan daginn. Með þessu sjónarmiði, það er meira í rekstri og einkafyrirtækjum að þá er hort á þetta sjónarmið að horfa bara á arðsemi fyrir eigandana. Það er litið á það sem afleita stefnu. Það er ekki alveg rétt að það sé bara hort á arðsemi. Samfélagið, umhverfið og eitthvað fleira, það er þannig byggjur fyrirtæki sem hafa seglu. Þessar fréttir hafa bara ekki borist inn í lífeyrissjóðakerfi vegna þess að strandar í samtökum atvinnulífsins og ég skil ekki af hverju verkalýðsfélögin reki ekki áfram að stefna lífeyrissjóðanna verði önnur en hún hefur verið hingað til því það hefur ekki reynst okkur vel eins og Ragnar veit alltaf. Ég vona að Ragnar staðfesti það að fulltrúar launþega eiga sæti til jafns við fyrirtækin í stjórnum sjóðana. Þannig að það er ekki þannig að þeir eigi ekki sæti. Þeir eru aldrei meirihluta til að breyta stefnunni. Stjórnirnar þurfa að móta sér fjárfestingastefnu hverju ári og þær geta vel valið til dæmis að fjárfesta ekki ákveðnum tegundum fjárfestinga út af einhverjum samfélagslegum sjónarmiðum. Það breytir ekki því að þær þurfa að ná ákveðinni ávöxtun því ég og þú og við öll, við viljum hafa okkar lífeyri fyrir það sem við lögðum í sjóðina af okkar tekjum í gegnum ævina. En þú talar hagsmuni sjóðsfélaga og þar er lífeyrissjóðum lagalega skylt að verja hagsmuni sjóðsfélaga. En síðan aftur á móti hverjir eru hagsmunir sjóðsfélaga? Er það afkoma þegar fara á lífeyri vegna þess að þú ert sjóðsfélagi frá því greiðir fyrstu greiðsluna frá 16 ára aldri til dauðadags? Fyrirgeðu, lögin eru bara með skýr skilaboðum þetta til stjórnana. Þetta er ekki alveg rétt sem að ávöxtunarkrafan, þetta snýstur ekki ávöxtunarkröfun heldur réttindaávöxluna, þeir eru að skila lögbundinni réttindaávöxlu og til þess að ná þeirri réttindaávöxlu eða þeim meðalaunum úr starfsæfina að þá er það bara uppreiknað 3,5% raunávöxtun að meðaltali, þeim er ekki skylt að vera með þessa ávöxtun og öllum eignaflokkum heldur geta verið með lægri á einum og meira á hinum. Lífeyrissjóður til dæmis í Danmörku og mjög áhugavert að þegar ég heimsótti PFA og Velvill og þá kom svolítið í ljós að þeir starfið svo íslenski lífeyrissjóður, þeir eru að reyna hámarka arðsemi og allt það út frá hverjum kriterjum að fjárfesta ekki í vopna framleiðslu eða fyrirtæki sem eru tengd skipulagðri glæpastarfsemi og svo framvegis og það er þessar svona eftir þessum ESG viðmiðum sem eru svona evrópsk siðferðisviðmið ásamt fleiru en þar er meiri samkeppni
iðgjaldagreiðendur, það að segja, það eru kannski félagsslökkviliðsmanna, þeir greiði í PFA og þeir eru ekki ánægðir með sjóðinn, þá bara færa þessi yfir og þá fara réttindi og fjármunir á milli. Þannig að það er miklu meiri hvati hjá lífeyrissjóðum, til dæmis í Danmörku, að vera með meiri ávinning fyrir sjóðsfélagann, ekki bara upp á ávöxtunna síðasta árs, heldur líka það að þeir byggja íbúðir og sjóðsfélagar hafa forgangi þar íbúðir. Þeir byggja hjúkrunarheimili og þeir sem eru hluti eða félagir í lífeyrissjóðunum, þeir fá forgangin á hjúkrunarheimilin, fá sömu þjónustu fyrir lægra verð eða betri þjónustu fyrir sama verð. Þeir eiga byggingarnar, þeir eiga húsnæðið og það sem og svo hafa þeir tekið þátt í að byggja upp og fjárfesta í félögum sem eru að vinna að samfélagslega mikilvæga verkefnum sem bæta lífskjör sjóðsfélaga alla starfsæfina, ekki bara þegar þeir vera gamlir. Og þetta er mjög mikilvægt að þessi hugarfarsbreyting verði vegna þess að til dæmis eins og þróunin að gerast núna varðandi hjúkrunarheimilin, við erum að sjá einkaaðila að koma í mjög ríkum mæli að stefna því að vera í mjög ríkari mæli eigendur og rekstrarar hjúkrunarheimila og af reynslu til dæmis í Bretlandi og Svíþjóð þá ætti það að vera víti til varnar að fara alls ekki þá leið og við sjáum til dæmis Kvikubanka sem hefur mikil og stór áform þarna hafa verið að fjárfesta í þessu í Bretlandi og þar eru lífeyrissjóðirnir stórir eigendur og eru orðnir svona beinir þáttakendur í því eða svona óbeinir þáttakendur í því og beinir í að einkavæða rekstur og uppbyggingu hjúkrunarheimila með rauninni þeim formerkjum sem við ættum að varast mjög en enga síður að ef þetta rekstrarform verður að veruleika og verður ráðandi og ríkjandi hér á landi að þá munu þeir aðilar sem reka þessi hjúkrunarheimili, þeir geta ráðið í hvað þessi þjónusta kostar og mun til lengri tíma verða samfélaginu bara mjög dýr og þjónustan örugglega eftir því verri. Þannig að fyrir mitt leyti að þá skiptir mjög miklu máli að við höldum áfram að vinna því að fá lífeyrissjóðuna meira til þess að fjárfesta í innviðum, alveg saman hvort að eins og var til dæmis með Hvalfjarðargöngin að Kjölur sem að byggðu þau og svo var bara þegar þau voru uppgreidda þá voru þau bara afhent. Ríkið á ekki að þurfa að fjármagna allan skapaðan hlut, á ekki að þurfa þess en það er að gera þetta þannig að þetta endi ekki í höndum einhverja útvaldra eða örfára sem einhver engarekstur og bara svona rétt þess að klára. Það er nóg til að fjármagni í þessu landi. Lífeyrissjóðirnir hafa fjárfestingaþörf, mismunurinn á iðgjöldum og útstreymi eru vel á, á 300 milljarðar og síðan fjárfestingaþörfin sem að kemur arðsemi fjárfestinga, afborgunum, lána og slíkt. Þetta eru gríðarlegir fjármunir sem að lífeyrissjóðirnir þurfa að koma í vinnu í mjög litlu hagkerfi þar sem þeir eru allt of stórir. Þannig að það blasir við að þeir verði að koma meira að þessu. Við höfum nóg að byggingalandi, það er nóg til að fjármögnum við höfum þekkingu og getu til þess að framkvæma. Þetta er bara spurning rauninni vilja og sem betur fyrir koma lífeyrissjóðirnir inn á þennan markað, íbúðamarkaðin sem eigendur þegar þeir keyptu heimavelli en þeir þurftu náttúrulega að gera það í gegnum fjárfestingarsjóð sem síðan keypti félagið. Þannig að við erum búin að ná og keyptu fjárfestan út fyrir margra tugmilljarða hagnaði. Ég var ekki þetta var ekki drauma innkoman fyrir lífeyrissjóðina en þeir eru þó komnir inn og þetta er búið að vera 10 ára barátta hjá okkur að fá þá inn á sem eigendur á þessum markaði vegna þess að allstaðar annars staðar þykir þetta að vera með einn öruggust og bestu fjárfestingu sem lífeyrissjóður getur farið í. Aha, fannst þú vera að biðja orðið hérna? Nei, ég er bara að hlusta. Það er stundu sagt með lífeyrissjóðina því að þeir eiga hérna eitthvað 6.000, það sé ekki orðið 7.000 milljarðar. Þeir eiga 8.000 eða 7.000, 7.000. Innlendum eignum kannski 6.000 milljarðar og hérna landsframleiðsla þetta er margföld landsframleiðsla. Þannig að þeir eru svo fyrirferðarmiklir inn í íslensku samfélagi. Að þá er oft sagt að hérna, ef þú ætlar að fjárfesta í lífeyrissjóðum
að horfa á fjárfestingarstefnu lífeyrissjóðanna, þá getur náttúrulega að horfa á að verða 3,5% ávöxtun til þess að skila peningunum sko til sjóðsfélaga. En þú getur líka horft á þannig að þegar fyrirferðin svona mikil í samfélaginu, að þá besta fjárfesting lífeyrissjóðanna að byggja upp samfélagið. Eyða húsnæðis kreppunni, að byggja upp innviði og annað slíkt, því að það besta fjárfestingin vegna þess að þú geymir alla peningana í þessu potti og potturinn hann getur mist hann getur verðfallið og hann getur risið og hann getur orðið verðmætari eða verðminni eftir því hvernig samfélagið byggt upp. Þannig að besta leið lífeyrissjóðanna til þess að varðveita þessa peningagang fyrir sjóðsfélagana væri að byggja hér upp réttlátt, öflugt samfélag með jöfnuði þar sem allir fengju tækifæri til þess að blómstra og lifa. Þetta væri besta stefna lífeyrissjóðanna. En þetta ekki stefna sem SA og félagar vilja hafa. Þeir vilja að lífeyrissjóðanna séu reknir eins og grimmur kapitalísku sjóður. Það eitt kannski bara rétt örstutt, ég ætla ekki að vera ofrekur á tíman, en það þarf auðvitað að gera, það þarf að taka út þessa háu kröfu sem sjóðunir hafa, af því að þeim lagalega skylt að lofa okkur ákveðnum meðalaunaréttindum sem ýtir undir þessa 3,5% raunávöxtunarkröfu og það þarf henni að taka út vegna þess að hún hefur eiginlega ekkert gildi annað en það að þrýsta upp óraunhæfri arðsemi í okkar samfélagi til lengri tíma lítið. Þetta óraunhæft að ná þessu og það þarf bara óæskilegt, maður getur sagt það. Það óæskilegt að hafa svona háa fjárfestingar arðsemiskröfu í samfélaginu. Það er óátt. Í endan skiptir hún ekki máli vegna þess að lífeyrissjóðunum með síðan lagalega skylt að skerða réttindi eða auka ef að þeir eru tryggingafræðilega í ákvæðri eða neikvæðri stöðu til ákvæðis langs tíma. Þannig að þegar uppi staðið að þá fáum aldrei meiri lífeyri sko endanum í vasan nema út frá því sem til í sjóðunum hverju sinni. Þannig að þetta skiptir bara mjög miklu máli. Já, sko, það nú svo margt búið að koma hérna inn á. Varðandi þetta síðasta, sko, varðandi þetta síðasta, þá þetta alveg rétt að lífeyrissjóðirnir þurfa að auka skerða réttindi og það kannski bara áherslan hefur verið á að skila sem mestu til félagana. Það áherslan sem hefur verið rekin og þetta auðvitað bara risastór pólitísk umræða sem að fara hérna fram. En ég vil þó minna á það að í fjárfestingarstefnum sem að ég nefndi áðan að eru samdar og samþykktar á stjórnum lífeyrissjóða og kynntar á ásfundu þeirra, að þar eru auðvitað teknar ákvörðunum að hve miklu leyti sjóðirnir fjárfesta erlendis og ef ég man rétt, þá lífeyrissjóði verslunarmanna einn af þeim sem fjárfesti hvað mest erlendis. Við hefum verið með hæsta hlutfallið, held ég bara af öllum sjóðum sko, til lengri tíma. Síðast þegar ég skoði þess að tölur, þá var það líka. Þessi arðsemiskrafa getur leitt til þess að segjum að lífeyrissjóðir fjárfesta í högum og hagar verða alltaf bara að stækka til þess að uppfylla þetta og þá kaupa þeir ólís og smátt og eru byrjað að eignast bara eitthvað svona risastór bara auðhringi sem og vegna þess að lífeyrissjóðirnir hegða sér alltaf inn í stjórnum þess að fyrirtækja eins og þeir séu sko einn af kapitalistunum, ekkert með neina sérstakar áherslur og stundum eru bara með engar áherslur, til dæmis í Samherja, þá það í Högum, þá það Samherji sem leggur línuna, sem stæðsti einkaaðili sem fjárfestir og lífeyrissjóðum bara elta þá meir og minna, þeir skiptu forstjóra, þeir Samherji vildi skiptu forstjóra og þeir bara gera allt það sem þótt að Samherji eigi kannski bara 7-8% hlutafjárins, þá geta rekið þetta næstu eins og eigi þetta með mann og mús. Eins og lífeyrissjóðurinn kom alltaf inn og það er bara trúað að kapitalistinn sem situr hann við borðið, hann hafi miklu meira vit heldur við sem erum að gæta einhverja almanna sjóða og eitthvað fleira. Rétta línan hlýtur að vera hjá kallinu sem að vill græða sem mest og hefur grætt sem mest, hann hlýtur að hafa mesta vitið við borðið. En það bara ekki þannig. Ég vil bara segja það, lífeyrissjóðurinn þurfa að grandskoða sitt PR. Þeir eru ekki með gott PR í dag. Þetta kannski ekki alveg sko, þú veist bara PR-mál vegna þess að þetta er mjög óheppilegt fyrirkomulag að þeir eru með svona stóra eigendur, lífeyrissjóðirnir eiga meirihlutann í öllum stærstu félögum og skráðum félögum landsins. Eiga meirihlutann í Kauphöllinni? Ég sé það og við bara tökum bankakerfið, tryggingafélögin, dagvöruna, bara það sama hvað þú drepur niður. Þar eru þeir annarkvort langstæðstu eigendur eða stóri lánveitendur
fjármögnunaraðilar. Stór kaupandi skuldabréfa markaði líka. Já, og eða fjármögnunaraðilar, fjármögnunarfyrirtæki kringum skuldabréfa kaup og fleira. Eins og til dæmis í Símanum þegar Míla selda, þá það stóðir sem eru með hvað í kringum 15% eignarhlut sem algjörlega ráðandi í félaginu vegna þess að lífeyrissjóðir eru passífir fjárfestar. Og bara alls ekki hagsmunir lífeyrissjóðanna út frá því sem ég var að segja áðan að þessu hagsmunir lífeyrissjóðanna lengri tíma að byggja hér gott samfélag og í því felst að við eigum innviðina í því. Þannig að lífeyrissjóðin tóku þarna ákvörðun af því að stóðadrengirnir ætluðu að græða rosalega mikið og þurftu peninga til þess að stíga í vasann, að þá eltu lífeyrissjóðinir þessa ákvörðun. Já, sko, ég myndi frekar segja að lífeyrissjóðinir þeir gerði ekki kröfu að þessi viðskiptir í skoðunni, sérstaklega hvorki þessi langtíma samningar sem voru gerðir. Og það telja alveg endalaust. Ég meina Eimskip þegar þau voru að farga skipunum þarna með sko bara umhverfis glæpum og þú veist, það var ekkert gert til að það var ekki skipt stjórnir, það var ekki gerð krafa einhverjar aðgerðir og þetta eitt af því sem við skoðum mjög mikið og grannt og meðal annars með Guðrúnu Johnsen sem var þá starfaði við Viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn og við gerðum heilmikla úttekt á þessu hvernig þetta væri til dæmis háttað í öðrum lífeyrissjóðum, það með áherslu á Norðurlöndin bara til samanburðar, þú veist hversu virkir fjárfestar eru lífeyrissjóðir og eiga þeir að vera virkari og afskiptasamari fjárfestar sem að ég tel að þeir eigi að vera og líka annar punkturinn að það eiga sjóðsfélagarnir sjálfur að hafa eitthvað ákvörðunarvald þegar það kemur til dæmis að eins og fjárfestingarstefnu, kosningu, stjórna og svo framvegis að því að þetta eru þeirra hagsmunir auðvitað á endanum og þarna svona bara, tökum bara lýðræði almennt á Íslandi, lýðræði í stéttarfélögum, lýðræði í sveitarstjórnum og svo náttúrulega bara í Alþingi að þá hallar mjög lýðræði og lýðræðislega umræðu innan lífeyrissjóðanna og ég held að það sé þetta tvennt sem ég var að nefna varðandi aðkomu á fjárfestingum og síðan sjóðsfélag lýðræði sé til dæmis eitt af því sem að halla svolítið á umræðun lífeyrissjóði að það gæti lagað périð. Já, hérna það bullandi dýrtíð vörur hækka, þjónusta hækkar ekki, finnum við gjöld fyrir þessu? Þetta nú gott að þú kemur inn á þetta, ég má grípa þennan bolta. Það var frábær grein eftir Vilhjálm Bjarnason fjárfesti í Morgunblaðinu á föstudaginn. Þar sem að hann gagnrýndi réttilega hvernig fyrirtæki á til dæmis dagvörumarkaði og samtök verslunar og þjónustu hafa bókstaflega verið að tala upp þörfina á því að hækka vöruverð því að innfluttarvörur sé að hækka og þetta rafmagn sé að hækka og þá hækki þetta. Þetta er auðvitað harðbannað samkvæmt samkeppnislögum að aðilar á sama markaði hægi sér svona. Og samkeppniseftirlitið hefur áður stigið inn í svona og hefur gerð sátt sektir eða fallið úrskurðir. Já. Svo líka fréttir þá getum við komið aftur inn á það að þú veist, þarna eru lífeyrissjóðirnir langstærstu eigendur dagvörukeðjana og gætu mögulega stigið inn í allavega gerð kröfu sem eigendur og stjórnendur þessara félaga að hvað sé, hækkun vöruverðs bara út af ástandinu, hárri verðbólgu og vöxtum verið stilt með einhver móti í hóf allavega verið einhver tiltekinn tíma og sama má segja tryggingafélögin ekki að mér vitandi nei að þau hafa gert það eru sko ákveðnar reglur sem að takmarka mjög hvað sé svona samskipti lífeyrissjóðana inn á milli en þeir geta svo sannarlega haft skoðanir á þessu bara sem einstakir hluthafar eins og við bara í verkalýðshreyfingunni við getum alveg haft sterkar skoðanir á þessu og þarna til dæmis hefði maður vilja sjá vegna þess að þarna eru klárlega hagsmunir sjóðsfélaga undir og bara velferð heils samfélags. En þetta er í blúsandi gangi. Já, ég vil þá líka segja sko verkalýðsfélög geta líka gert athugasemdir við þessu orðaði fyrirgefðu. Allt í lagi, ekkert mál. Sko, já, ég er búin að velta fyrir mér allir þessu umræðu hérna út frá svona, ég er svo mikill svona hugvísindamanneskja aðeins meira út frá þú veist bara hugmyndafræði og allir þessari nýfrjálshyggju sem einhvern veginn normaliserar mjög margt hvernig hlutin eru háðir þótt eitthvað séu lögum og allt það þá skiptir alltaf praktík í máli og það þarf alltaf að skoða praktíkina í samhengi við normið og ákveðna hugmyndafræði og þegar þú segir þú veist, mér finnst þess að við séum bara búin að fara í hringin okkur ár einhvern veginn þetta þessar vöruhækkanir út í búð þá alltaf fylgir því að fólk vill launahækkun og förum alltaf bara í hringi einhvern veginn og það skilar einhvern veginn aldrei því að fólk getur komist einhvern veginn á
á jafnvægi með að vörurnar hækka ekki og launin hækka. Það einhvern veginn balanst aldrei út og ég spáði rosalega mikið í einhvern veginn, þú veist, í hvernig vald og orðræða og alltaf flétta saman í lýðræðissamfélögum og svo fræðimaðurinn Foucault talaði mikið lífvald og talar einhvern veginn einmitt sko hvernig ákveðin orðræða í samfélaginu skapar ákveðna þekkingu og stjórnar síðan líf okkar að mörgu leyti. Lífvald, dæmi lífvald til dæmis að það sé á dýrt að fara til sálfræðing, þannig fólk fer ekki. Þannig svolítið verið að stjórna einhvern veginn hvernig við hugum okkur og hvað ákvarðanir við tökum og það alveg hægt að fara rökur í þessi samfélagsmiðlar sé orðin ákveðið lífvald og mér finnst þessi orðræða einmitt þessa hækkun vera líka ákveðin dæmi það hvernig matakarran okkar verður og líka bara hvernig þessi ríkjandi hugmyndafræði fléttast rosalega mikið saman með að fólki bara fara að finna meiri samúð með vörukeðjunum stórt fyrirtæki þurfa að hækka matvöruverð heldur en kannski bara fólk á flótta til dæmis. Þannig að þetta bara partur finnst mér að þessi ríkjandi hugmyndafræði að því við áttum okkur kannski ekki enn einmitt á hvernig vald og þekking og orðræða og sannleikur og allt það að flétta saman lýðræðissamfélögum. Við erum svo upptekin alltaf á existentialískri ógnum Vladimir Putin að við áttum okkur ekki hvernig þetta í okkar samfélögum. Við erum ekki með ómikla gagnrýni finnst mér, mætti alveg vera meiri stundum. Horfa meira sjálf okkur. Já, bara lítið svona í speil og líka taka bara upp eins og við erum núna að tala lífeyrissjóðina og þeir eiga meiri hlutan í kauphöllinni og þar að eiga þeir mikil meiri hluta í öllum tryggingafélögunum, dagvöruversluninni og því sem svona helst snýr að almenningi. Það eru félög þarna inni sem eru koma okkur kannski minna við eitthvað svona sem að framleiða eitthvað lyf fyrir bandaríkjamarkað og svona það sem að lífeyrissjóðir eru lægri, þannig að þeir eru líklega í þeim svona venjulegum neyslufyrirtækjum eru þeir líklega með 70-80% eignarhluta. Nýfrjálsíkjar hrundi 2008 þótt að hafi ekki kannski frest í Valhöll og ekki niður í Borgartún, en hún hrundi. Og mér finnst alltaf að við förum að segja, þú veist, hvernig var fólk að hugsa fyrir þann tíma áður en þeir fengu að trúa á því að kapítalistin hlýt að vera sá sem að myndi drífa fram allar framfarir í samfélaginu og þess að lífeyrissjóðir elta hann. Að þá voru menn að hugsa það að starfsfólkið ætti að hafa stjórnarmennin í fyrirtækjunum. Það voru Ólöf Palme í Svíþjóð var bara komin svolítið langt með slíkar hugmyndir. Það voru svona stóri sjóðir sem áttu stóra hluti í einkafyrirtæki þar og það var bara í alvörinu verið að tala það ef þá ekki bara snúa þessu, ekki bara taka þá yfir og borga þá þessa 8% samirja bara út úr högum og við ekki bara fara að reka þetta eins og svona samfélagslegt fyrirtæki. Menn voru bara að ræða svona 1980 og menn hætti ekki að ræða svona af því að þetta var vitlausar hugmyndir. Það var bara önnur hugmyndafræði sem kom inn og yfirtók allt annað. Þannig að öll okkar hugsunum það með þess að lífeyrissjóðakerfið okkar eins og þetta hljóta að vera svona. Þetta þarf ekki að vera svona. En hugsið ykkur að það tók okkur ég hef ekki búin að taka saman árafjöldan en bara það að ná því í gegn að hækka fjárfestinga heimildir lífeyrissjóða, þetta náttúrulega bara heimildir þeir á það svo alveg hvað þeir gera sjálfur í fjárfestingu á húsnæðisinnviðum og þær voru hækkað núna í júní í fyrra upp í 50%. Það er að segja að þeir mega eiga 50% af hluti í félagi eða sjóði sem að fjárfesta í húsnæðisinnviðum í staðinn fyrir 20%. Það fylgdist með þessu, það var alltaf sagt við Ragnar og fleiri að það þarf að breyta lögum, þetta er ekki lögum og svo á sama tíma var lögum með lífeyrissjóðina breytt 100 sinnum ári. Til þess að gera eitthvað allt annað. Það er hvergi í stjórnsýslinum að finna eins mikið af lagabreytingum eina stofnun eða eitthvað fyrirbrigði eins og lífeyrissjóðir eru sem eru fjöldi lagabreytinga sem hafa snúið að bara einhvern veginn aðlögun kerfisins að kapitaliska markaði. Er þessar lagabreytinga þá svona í takti við þá sem réður ríkjum í Íslandi? Já, til að þjóna betur auðvaldinu, bara segja það eru mjög margar og það eru alls konar. Það þurfti til dæmis að breyta töluvert í lagaumhverfi lífeyrissjóða eftir hrun. Það sem að var mikil til dæmis halli bara strax að innlendir hlutabréfamarkaðir þeir þurrkuðust út bara nánast alveg og það riðlaðist allt eignar hlutfalli riðlaðist og tryggingafræðilegur halli varð á þeim skala að það hefði þurft að skerða réttindi ofan í allt og þeir fengu meira svigrúm það tímabundi en síðan þá hafa bæði verið reynda að hafa verið gerðar breytingar sem að hafa verið slæmar og fáar
góðar, en það hefur líka tekist að koma í veg fyrir breytingar eins og fyrir nokkrum árum átti og það hefur reynt með reglubundum hætti að leyfa lífeyrissjóðum að skortselja hlutabréf og taka ríkari þátt í sjóðum sem stunda afleiðuviðskipti og afleiðusamninga og fleira sem hefur verið bannað hingað til eða mjög takmarkað. Þannig að það er sífellt verið að reyna og það hefur tekist að stoppa eitthvað af þessu af en ekki allt. Þannig að en okkur tókst að breyta þessu hlutfalli og svo bara það hefur reynst þrautinni þyngri fyrir okkur sem hefur viljað sjá sjóðin að koma meira inn í samfélagslega fjárfestingu sem þarf ekki endilega að skila minni arðsemi en til lengri tíma litið gerur hún það í miklum og bættum lífskjörum fyrir sjóðsfélaga, unga sem aldna. En það er miklu erfið og bara, þú veist, komandi úr verkalýðshreyfingunni, það er miklu erfiðar að ná einhverju gegnum löggjafan sem að gagnast einhvern veginn vinnandi fólki eða bara fólkinu heldur en sérhagsmunum. Þeir virðast eiga mjög ríkari leið eins og til dæmis varandi búvörulögin að það kemur auðvitað inn í þessar verðhækkanir að afurðastöðarnar það hækkuðu hjá sér 20% og svo hafa heilsalarnir verið að hækka gríðarlega mikið. Við sáum það svona rétt undir að síðasta sem ég var í VR þá voru greina framleiða hlutvöllin sem að gefa kannski skýrustu mynd af hvort að fyrirtæki sé að auka arðsemi eða ekki eða álagningu öllu heldur og þetta virðist allt vera uppleið. Annað sem er svona ríkjandi hugmyndum hvernig hlutinir eigi að vera sem er bara pólitísk stefna er þessi fjármálareglunar í kringum ríkissjóðs. Ríkissjóð megi skulda meira þetta og megi ekki vera með halla meira þetta. Og þannig blandað inn bæði rekstra. Það má vera að þetta sé bara mjög góða reglur í sambandi við rekstur ríkissjóðs. En þetta kemur ekkert við fjárfestingum ríkissjóðs í uppbyggingu innviða í landinu sem að skilar auknum arði og auknum tekjum til ríkissjóðs til lengri tíma. Þannig það er algjör þvæla og bara einhver seinni tíma þjóðsögn að ríkið eigi ekki efni að reisa Ölfusárbrú. Þau bara geta gert það að þau vilja það. Og þeir geta byggt húsnæðið vilja það og þeir geta byggt upp húsnæðiskerfið vilja það. Vegna þess að það er allt annað að skulda í fjárfestingu. Það sem hefur fjárfest til þess að byggja upp til þess að auka aflið í samfélaginu. Heldur þú að eyða þessu bara eins og hefur verið að gera undanfarið og bara safna skuldum af því að þú vilt ekki leggja á skatta. Það er allt annað. En þessu er bara trúað og þetta er komið inn í bara í lög að ríkið megi ekki skulda þessa til þess að draga úr afli ríkisins til þess að einkaaðilar fái stærri hluta samfélaginu og þessar reglur sem að Ragnar var að vísa til eru síðan voru lagðar á lífeyrissjóðina til þess að þeir myndu skilja eftir svæði til þess að einkaaðilar gætu farið þar og braskað með húsnæði og eitthvað fleira í friði. Þannig að ríki má ekki vera þarna inni, sveitarfélög má ekki vera þarna inni, lífeyrissjóðir má ekki vera þarna inni, akkur ekki, til þess að okrarar og leigubraskarar geti vaðið þarna uppi. Svona er margt í kerfin okkar. Mjög athyglisvert hver var félagsmálaráðherra ef ég man rétt þegar til dæmis verkamannabústaðakerfið var sett on í koffort Já, ekki Pál Pétursson. Var það ekki Jóhanna? Nei, hún var þetta var gert 98 held ég. Já, hverju voru ríkisstjórn? Hún var 95, þá hætti hún. Hún hætti 95, já. Ég dreif þessa speki Þetta er mjög áhugavert áhverju punktu varandi reglurnar og svona nærtækast að dæmi allavega að því sem ég hef skoðað var þegar að Íbúðalánasjóður mátti ekki samkvæmt lögum eiga og reka húsnæði sem var gerðist í eftirmála hrunsins þegar Íbúðalánasjóður þurfti að taka á móti gríðarlegu magni íbúða sem að höfðu fallið þeim í hendur. Það segja að var frábært dæmi þarna með Ölfusárbrú hjá þér. Þetta er einhver arðbarasta framkvæmd sem er í boði. Hún mun bara borga sér sjálf. Það vitið allir. Ég ætla að klára varandi reglunar að þá var því komið þannig fyrir í reglum að Íbúðalánasjóður þurfti að selja síðan allar þessar eignir út úr Íbúðalánasjóði að þeir máttu ekki eiga og reka íbúðarhúsnæði og leigja. Síðan þegar að búið var að hirða allt og meðal annars voru gamma menn stórtækastir í að kaupa það upp á hrakvirði, miklu hrakvirði. Sem hefur selt kvóta þetta er bara eitthvað sem að þyrfti bara að rannsaka alveg sérstaklega að þá stóðu töluvert eftir á íbúðarhúsnæði víðsvegar landi sem að var ýmist íbúðarhæft en ekki á svæðum sem að fjárfestarnir höfðu áhuga á eða var kannski í einhverju niðurníðslu. Það var merkilegt
merkilegt að leið og þá búið að selja alla bestu bitina, þá ekkert mál, þá þetta búa til lagaumhverfi fyrir ríki til þess að eiga og reka íbúðarhúsnæði og þar var til félag sem að heitir Bríet eða ekki. Við erum að vona á sjálfstæðismönnum, ekki einn tómum reyndar. Ég að verða á sein í Skælagún. Við ætlum að fara á pantaðan tíma. Já, við erum að pakka saman. Já. Við ætlum að tala sjálfstæðisflokkinn hérna eftir. Já. Þannig að við setjum kaflaskipti hérna. Ég hef nógan tíma, ég skal vera áfram. Ég stilli á. Ok, Erna, Jóhanna og Ragnar Þór, þakka ykkur fyrir að vera með okkur. Já, og hérna rétt bráðum koma einhverjir sjálfstæðismenn en líka sérfræðingar í sjálfstæðisflokknum, held ég óvægt að segja. Við ætlum aðeins að tala þennan flokk svona á þeim tímamótum sem eru framöndan. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu hann að tala á borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir Samstæðuverinnar eru á YouTube. Þarftu hann að tala á borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Já, það eru konið nýji gestir og við höldum áfram. Jón Kristinn Snæhólm og Þorvaldur Lóðarsson. Ég er alltaf vandrar með það. Og Vilhjálmur Egilsson, við ekki það nafni vel. Já. En umræðið Sjálfstæðisflokkurinn. Já, sem er á tímamótum. Já. Jón Kristinn, hvað á að gera? Á að fresta landsfundi eða ganga bara í verkið? Alls ekki fresta landsfundi, við höldum bara okkar streki og tímamótin eru sjálfsagt merkilegir en þau að við erum nýbúin að fara í gegnum kosningar sem voru þar verstu síðan flokkurinn var stofnað 1929 og þá verður landsfundur haldinn og ný fóresta valinn. Það gera bara þroskaðir og almennilegi flokkar og taka á sínum málum og halda áfram. Ég hef sagt það bæði í einkasamtölum og opinberlega að það bara er tími á flokk eins og Sjálfstæðisflokkin sem er búin að vera lengi í völd og reyna að koma sínum stefnumálum til greina og til valda og til áherslu í íslensku samfélagi með misjöfnum árangri að hann þarf á pólitískri hvíldarinnlögn að halda og koma fesku til leiks aftur. Já. Vilhjálmur, á að fresta landsfundi eða drífa í þessu bara? Ég held að fundurinn verið haldinn á réttum tíma eða fyrirfram ákveðnum tíma og ástæðan fyrir því að menn fór að tala þetta var svo að þeir sem áttu að sjá málefnavinnuna og skipuleggja hana og þeir voru bara á seinir og vildu fá lengri tíma til að undirbúa ályktanir landsfundarins og þannig að það var nú ekkert annað sem bjóða baki þessari umræðu akkur fór að stað en svo held ég bara núna að séu allir bara stemdir inn á það að halda fundin. Afstaða Bjarnar kannski rekur eftir því að fundurinn verið haldið sem fyrst Afsögnin? Já. Ég held að það hjálpar bara til að taka á ákvörðun að flýta eða flýta bara að hafa fundin á þessum tíma í lok febrúar. Já, í lok febrúar. Er nokkur sem er að tala að fresta honum lengur? Það held ég ekki, en það var þetta svo vitlaus umræða Bjarni beinir ekkert að segja af sér. Hann er að hætta sem formaður og það er tvennt ólíkt. Hann gefur ekki kost á sér aftur til forystu. Ef hann hefur sagt af sér, þá hefur hann sagt af sér og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tekið við. Þannig að þetta er svona, við verðum að hafa þessi skilgreiningur á hreinu. En hann býtum á að spyrja þessu, vegna þess að það hefur oft verið talað um það, að Bjarni er búin að vera svona, það er búin að vera að tala brottför hans nokkur ár. Og þá hefur oft verið talað að Þórdís Kolbrún væri svona hans óska kandidat til þess að halda áfram og að það væri líklegt að hann myndi segja af sér jafnvel að meðan að flokkur væri ríkisstjórn til þess að hún geti tekið verið svona fórusturhlutverk og fengi að spreita sig svona í nokkra mánuði allavega, 1-2 misseri áður en það yrði landsfundur. Heldur að hann hafi viljað þetta eða af hverju var fólk svona mikið að tala þennan söguþráð? Vil ég hafa þetta svolítið skemmtilegan þátt? Og fræðandi líka. Nei, ekki að sprengja. Ég er náttúrulega búin að vera ekki eins lengi í flokknum eins og Vilhjálmur Egilsson er búin að vera. En minn fyrsti landsfundur var 1983 þegar Þorsteinn Pálsson er kosinn formaður. Hvort kustu? Ég kaus Þorsteinn. Og síðan var minn fyrsti formaður sús var Geir Háhorti og Vilhjálmur Egilsson nr. 2. Hann hafði svona ólmi pólitískt að mörgu leyti líka í frjálshyggju og borgarlegu lýðræði. En þetta er nú bara einfaldlega þannig að það eru meiningar á milli forystumanna í flokksins. Alveg eins og voru meiningar á milli Gunnars og Geirs Hallgrímssonar og það eru sem sagt menn bara eins og ég hef sagt það hér áður að ég tel að Guðlaugur Þór Þórðarson eigi að verða næsti formaður Sjálfstæðisflokksins og ég studdi hann fyrir 2 árum síðan og mun vantar að gera það núna þegar hann gefur kost á sér og það eru bara sumir sem vakna upp á mótnana sem eru prominent sjálfstæðismenn farin og baða bustið sér tennundar
og horfa mjög djúpt í augun og sjálfum sér og segja ég ætla að gera allt til þess í dag svo að Gulli verði ekki formaður og þess vegna held ég Þetta meirihlutinn í flokknum, þú veist það Nei, alls var það síðast, Jú, það var það en sko, þá skulum við sko skilgreina á milli persónufylgis Bjarna Ben og fóringja hollistu sjálfstæðismanna út í rauðan dauðan Mikið rétt En sko, þess vegna kom mér ekkert óvart þegar að við setjum uppi með hvað var þetta 19,5% upp úr kossunum og það bara landsfundur framöndan og það krafa núna, hún öðruvísi en hún var það voru svona kverulandar sem vildu Bjarna Ben burtu vegna þess og hins, það var aldrei neitt bitastætt en núna erum við að horfa á niðurstöðu þingkosninga og við erum að horfa á hrikalegt fylgishrun og vandræðagangi í þessu ríkisstjórnarsamstarfi og því sem var á undan afsögnina úr fjármálaráðuneytinu út af sölu Íslandsbanka svo þessi sko dæmalusa vitleysa hjá mörgum hverjum sjálfstæðismanni, forystumanni flokksins að styðja Katrínu Jakobsdóttur í forsetann maður bara átti ekki til orð sko en spurningin var þetta svo jakanhlaup í vitleysu ef við kunnum jakanhlaup og alst upp í Kópavogi ef við kunnum ekki jakanhlaupið þá voru ekki búin að plotta leiðina í land aftur þá voru alltaf jakana minna og svo plops niður sko ekki gaman að því heldur að Bjarni hafi viljað þetta var svo fyrirsjáanlegt og ég sagði bara þeir hljóta núna að gera eitthvað og ég alveg samfram að Bjarni Ben þurfa að fara og hef sagt það hann farinn já, hann að fara, hann ekki farinn og þá kemur upp eitthvað plott til að fresta landsfundi svo að Þórdís eða Áslaug Arna ná að vængja sig betur þó svo Áslaug Arna eru búin að vera í þessu farandaráðuneytið sínu, þessu síkunaráðuneytið út all land að kynna sjálfan sig sko en allt til þess að koma í veg fyrir að Guðlaugur Þór farið fram en það bara sannleikurinn sá að núna allt annað pólitískt andrúmsloft, það ekki sitjandi formaður, það þetta fylgistaf, það fyrirsjáanleg sko pólitísk naflaskoðun innan flokksins til innan gömlu og góðu gilda, stétt með stétt og frjáls og borgarlegt lýðræði og mannréttindi sem sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf staðið. Þú ert að lýsa flokki í klípu, sko. Ég að lýsa flokki sem að fara að taka á sínum vandamálum. En af hverju menn svona illa við Guðlaugur Þór? Hvað það sem að... Hvað svona þessi sterka andlut? Ég ekki að ljósta línu upp að einu sinni. Nei, alls ég veit það. Guðlaugur Þór var ljóst lengi. Orðin borgarfulltrúi fyrir sjálfstæðisflokkinn. Þá kom símtal frá Morgunbladshúsinu. Og Gunnar Birgisson fekk svona símtal og ég fekk svona símtal og ég og Gunnar Birgisson fórum saman og hittum Styrmi og Matthías Jóhannesson og þar voru okkur svona lesnir ákveðni pistlar hvað mætti ekki og hvernig menn ætti að hafa svona og Guðlaugur fekk þann pistil þú skalt ekki halda það Guðlaugur Þór þó að þú sért orðin hér borgarfulltrúi þetta ungur að þú sért að ná einhverjum fram í flokk og formaður og ég var varaformaður hans og það var svona yfirlætislegt kjaftaði í mörgum hverjum sjálfstæðismanni og Guðlaugur Þór sem að alþýðu fólki kominn bara úr þjóðurlænni borgarnesi og vinnur sig upp og hefur aldrei þegið neitt ógefis frá sjálfstæðisflokknum. Það enginn þurft að gefa Guðlaugi Þór neitt. Hann hefur þurft að berjast fyrir hverju einustu vegdillu. Hann hefur ekki fengið neitt gefins og það fær í taugarnar á þeir sem eru með tróðfullin gúluna silfurskeiðum, það fær í taugarnar á fólki. Ég skal bara viðurkenna það. Viljónu, þú sagðir hérna hjá okkur fyrir nokkru síðan að þið langar bara í þinn gamla sjálfstæðisflokk. Nákvæmlega. Fyrir allar þessar klofningar. Nákvæmlega sko eins og ég sé þetta þá var tekin 2013 ákvörðun að minnka sjálfstæðisflokkinn úr það að vera svona 35% flokkur í að vera 25 og með því að Evrópusambandsstuðningsmönnum var bara sagt að fara sko. og þau fóru nú síðan gerist það núna eins og tölum daginn að Sigmundur Davíð bara mjög vel lesin náungi það hvað að gerast í útlandinu og hann kemur bara inn með svona stefnur og strauma sem að hann skynjar að selja vel
og nær bara 5% viðbót af flokknum og kannski hefði flokkurinn eitthvað geta svona gert á þessum síðustu árum til þess að stoppa á þessi sko þennan 5% hlutning og minnkun úr 25 niður í 20. Þetta tala útlendingamálum. Já, og þetta allt saman. En það gekk ekki og það sem var gert of seint og ekki einhvern veginn og bara kannski ekki heldur hægt að gera það í samstarfinu við VG sko. Og það svona stoppaði bara flokkinn af sko. En gaf þá þetta Hvað sér þetta fyrir? Það verður haldið eins og landsfundur og Guðlaugur Þór mun sjálfsagt gefa kost á sér og hann náði alveg ágætis árangri síðast en Bjarni reynir sneri taflinu algjörlega sér í hag á fundunum á landsfundunum sjálfum. Hvernig? Þetta voru kannski svona 2 fylkingar sem voru þarna og eins og ég skynja þetta og það voru kannski 40-40 og svo kom Bjarni, hann var með mjög góða ræðu upp af fundarins og svo aftur með mjög góða ræðu sem sé frambóðsræðu en Gulli var svo óheppinn að hann hafi fótbrotnað og bara með allir virðingu fyrir Gulla vinnu minn þá var ekki sami vindur í honum eins og Bjarna sko. Ég skrifa þetta mikið á þetta fótbrot sko. En svo gerist þegar ljónin líka fullt af aðkvæðum sem byrtast á fundunum sem voru ekkert kosin inn á fundin í almennu kostingum hjá félögum. Ég held að það skipta ekki máli. Já, en sko, við skulum ekki taka bara af Bjarna að hann stóð sig rosalega vel á þessum fundi. Þannig að þeir sem voru ekki ákveðni fyrir hann að kjósa, þeir fóru yfir á Bjarna. Viljum, ég hlusta held ég á þessa ræðu, en ég hlusta á fleiri ræður hans. Var þetta ekki ræðan sem hann segi, sko, ég hef kannski ekki komið með fylgið og við erum minni en við vorum, en við höfum alltaf komið í ríkisstjórn og inn í þeim ríkisstjórnum þá hef ég náð að ná öllu því sem að þessi landsfundur hefur verið að biðja og komið því til. Var þetta ekki svona þráðurinn í svona hans varnaræða? Já, þú veist, ég man ekki alveg ræðan, þú veist, ég er ekki svo minnugur, en ég bara upplifði það, þetta voru bara 2 rosalega sterkar ræður og það bara stundum þannig að ef þú getur komið með svona sterkar ræður þá getur þú fengið fólk með þér en Gulli var sem sé fótbrotinn og maður sá það alveg nei, það kann ekki vera þægilegast að skíðum eitthvað, ég man ekki alveg hvernig þetta var en allavega þá bara var ekki sami vindur í honum eins og annars hefði verið sko, og greinilega maður sá það bara á honum, hann var kvalinn. Ég er margbrotn og ég veit að þetta tekur virkilega á að vera brotinn í Ísland sko. Ég spurði einu þú tala um að flokkurinn minnkaði ég þekki nokkra sjálfstæðismenn og einn af þeim vill sjálfstæðisflokkurinn ekki þessi 35% sem þú talaði um sko, heldur vill hann bara við þessi 20% flokkur en í staðinn sé hann bara mjög grjótharður frjálshyggjuflokkur. Vil ég styrja það? Ég bara segi ekki þessi catch all gamli stjætt með stjætt heldur sem bara grjótharður á sinni línu sjálfstæðisflokkur sem bara Milton Friedman sjálfstæðisflokkur og ekkert væl. Bara segur því sko, ég er búin að skrifa bók og hún kemur út í byrjun febrúar. Gamla því. Já, og ég svona skilgreini þar meðal annars svona mína hugmyndafræði. Og hún byggir, ég er sko frjálslyndur, íhalds og frjálshyggjumaður með vænum skammti af jafnamanni. Já, það þessi breiði flokkur. Þessi breiði sjálfstæðisflokkur. Þú frekar Bjarni Ben eldri en yngri? Ég held ekki að Bjarni Ben yngri hafi verið svo mjög sko svona á skjön við þetta sko. Fór hann ekki að leit? Nei, það sem að sko gerir það að flokkurinn fer úr 35 niður í 25 það Evrópu en svo að fara svo niður í 20 það var vegna ég held að það sé bara reikningunni fyrir samstarfi við VG og hafi ekki verið með sem sé þetta er ákvörðun Bjarna þannig að þú og Bjarni eru kannski svipar línu pólitíst að þú ert að gagnrýna ákvörðun sem hann tekur sem formaður að fara með VG í seinnaskiptið að leyfa bara viðreisna fólkin að fara og segja að farið við fyrir betra það voru mistök sko en er það ekki ásýnd upplýði ég bara þannig að sem sé á landsfundum eftir að fólki að fara það voru margir sem voru svo ánægðir sko
Já, með það. Já, bara voru svo glaðir að vera ekki með þetta fólk með sér, sko. Fylgið. En það ekki Davíð Sandbergurinn sem að hendur þessu út? En það ekki Bjarni og Davíð og Hannes og... Nei, það ekki bara þeir. En fyrst og fremst kannski. Það var bara kos, sko, það var þannig að á landsfundunum 2013, þá voru Björn Bjarnason og Friðrik Sók búin að kokka upp svona, málamiðlunar tillögu eins og alltaf hann reynd að gera á þessum fundum. Já, og Friðrik hérna inni. Og gott að vera. Til að reyna að halda fólkin inn í flokknum. Já, bara til þess að reyna svona að hafa... Og svo höfum við sáðinn réttan, þetta eftir að ríkisstjórnin afturkallar umsóknina. Nei, þetta sko fyrir landsfundi 2013. 2013? Já, fyrir landsfundi 2013. Og svo er þessi til að bara felld á landsfundinu. Já. Og samþýtt það miklu harðari afstæða, sko, en svo í kosningabarðunni fyrir kosningarnum 2013 þá segir Bjarni, muni ekki eftir þessu, segir það að hann vilji láta greiða atkvæði það hvort eða sækjum eða sækja ekki. Og Hanna Birna líka. Já, en svo þegar komið í ríkisstjórn með Sigmundur Davíð, þá bara bakka algjörlega út úr þessu. Og bara gefin út skilaboð til fólks að þeir sem eru óánægð með þetta skuli bara fara. Heldur þessu raun eftir að viðreisnar fólki snúið tilbaka? Þetta nú svo margir vinir minn hana, sko. Gegn langa tíma og Þorsteinn náttúrulega og Þorgerður Katrín og fullt af fólki hana sem eru bara miklu vinir minn, sko, og var ég skilgrein þannig. Og ég að segja það, ég bara sko við erum sammála held ég kannski einhvers, bara 90% af öllum málum, sko. Hvað þetta vera mikið sammála fólki til þess að geta verið með flokki. En þetta getur alltaf fundið einhver mál sem að okkur kannski greinir á allt það en svona bara stórt séð og alveg eins og bara Sjálfstæðisflokkurinn var. Þetta var alltaf hefur alltaf verið að fólk var að rífast eða tala ekki sammála alla hluti, svo bara komast að niðurstöðu og þannig að menn væri þá allavega ekki svo hrikalega ósáttir að þeir væri flokknum, sko. 2013 eru þau vatnanskila í rauninni að sögulega séð hefur Sjálfstæðisflokkurinn þá voru mikla deilir sjávarútvegskerfið fyrir 2013 þegar kvótakerfið var mikið til umræðu innan Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn hann klofnaði út af afstöðu sinni til Atlantshafsbandalagsins. Það voru mjög já, 49 klofnaði þá meinar þú? Já, þá fóru margir úr Sjálfstæðisflokknum og fóru annað og svo náttúrulega var ekkit 100% ánægja með inngöngu í EFTA 70. Þannig að en alltaf mjög þjóðurnissinnaður flokkur. Já, ég meina að mörgu leyti er þjóðurinn stöðu Sjálfstæðisflokkurinn, þetta heitir hann Sjálfstæðisflokkurinn. Og grunnstefið er náttúrulega fullvalda Ísland og óháð. En þarna gerist það að þarna skautum okkur pínlítið í fótinn að hafna svona frjórri og opinni Evrópumræðu. Systurflokkar Sjálfstæðisflokksins höfðu allir farið þá leið að agitera fyrir inngöngu sinna landa inn í Evrópubandalagið eins og hét þá semst fyrir 2013. Þetta landsfundarsamþykkt, síðan myndar flokkurinn stjórn með Framsóknarflokknum sem aftur kallar umsóknina og ég náttúrulega ekki innvíður Sjálfstæðismaður en ég menn það voru svona raddir eftir þessar landsfundarsamþykkt 2013 en Viðreisn verður eiginlega til þegar að umsóknin er afturkölluð sem er ákvörðun þá inn í ríkisstjórninni. Þeir þurfti ekki að gera þetta. Það er líka annað sem kannski hefur ekki farið mjög hátt en alltilega að koma fram að því að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er mjög öflugur stjórnmálamöður og hefur þetta náðarvald, þennan karisma sem Max Weber talaði í sinni frægu bók og hún hefur verið svona límið í flokknum og hún hefur bitið frá sér, losa sig við einstaklinga sem hafa ekki alveg verið nálægt henni í ýmsum málum, sko. Er þetta að tala innan Sjálfstæðisflokksins? Nei, innan Viðreisnar. Er þetta að tala Benedikt Jóhannesson? Til dæmis. Og
og það nú oft með svona sterkaleiti og að það safnast þéttur kjarni eins og við þekktum með Albert Guðmundsson og Hannibal og Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virkilega, en Guðlaugur Þór Þórðarson ekki með klofningselementlið í kringum sig sko. Það var sagt hérna í vikunni þegar vorum að ræða sjálfstæðisflokk, þá var einmitt talað af hverju vill fólk er fólk í nöfn við Guðlaug og þá var því svarað að hann óeiningarafl, hann leggur alla áherslu á það að eiga meiri hlutann í Heimdalli, í SUS og öllum stofnunum flokksins, hann horfir á að hann eiginlega eyðileggingarafl innan sjálfstæðisflokksins og það það sem að margir munu kjósa gegn. Ég veit ekki hver var hérna og ég vinnu út allt land en þetta ekki rétt sögurskýring. Þórhallur, hvað segir þú? Nei, ég bara bæta við það sem hann var að segja sko, þetta var inni út all land inn á flokksfélaginu til þess að velja sko. Þetta var bara saga Já, ég meina þetta svipað bara eins og þegar Gunnar hérna og Geir Hallgrímsson voru að berjast yfir á því flokknu þá sko grunnurinn til þess að ná völdum innan sjálfstæðisflokksins í rauninni að velja inn á landsfund og það eru aðildafélög innan sjálfstæðisflokksins sem velja fulltrúa inn á landsfund. Ég held að sé 1 fulltrúa landsfund fyrir hverja 20 félagsmenn. Þannig það úrslit og orrusta í hverju kjöri. Þannig að og menn hafa til þess að reyna að ná sjálfum sér og sínum stefnumálum á framfæri, þá verða menn að hafa einhverja vikt innan þessar aðildafélaga. Eini maðurinn sem ég man eftir, í rauninni 2, svona ef ég fer rétt og þú kannski leiðir til mig Vilhjálmur, að sem fóru ekki þessa leið að hafa þessi sko völd innan félagana, það var Davíð Oddsson og Þorsteinn Pálsson. Davíð Oddsson lýsti yfir kjöru til hérna formennsku í flokknum 91 þegar félaginu voru búin að velja inn á landsfund og þar skiptir náttúrulega ræðurnar miklu máli og ég var nú í Davíðs liðinu og svona sumpart í hans kosningastjórn á þessum tíma og þetta rétt hafðist. Þetta var ekki 24 atkvæði. Nei, já, nú meira. Vilja að þú leggja áherslu á hérna Evrópumálin. Eitthvað munur á þessu sem verið að tala að verði í framboði? Varðandi til dæmis þau mál. Ég var svolítið erfiðleikur með að utanfrá að sjá eitthvað svona pólitískan mun á þessu fólki. Já, í sjálfstæðisflokknum mennur. Það held ég ekki. Ég held að svona þetta fólk allt saman sé svona frekar andsnúið sko Evrópusambandinu allavega myndi ég segja þangað til að búið að samþykkja það í þjóðaratkvæðagreiðslu að við ættum að sækja en hérna ég á nú svona frekar vonaði það verið svona á móti megin í atkvæðagreiðslun sem slíkri og tali gegn því sko. En það svona verið en ríkjandi stefna sko, og allavega frá hérna 2013. Og Guðlaugur hefur verið svona Evrópuskeptískur. Mér var sagt að þið var að spyrja af hverju fór sjálfstæðisflokkurinn að leiðangur að fara með breska íhaldsflokknum í eitthvað annað flokkabandalag í Evrópu heldur en svona eina klassísku íhaldsflokka og þá var mér sagt að þetta Gulli sko. Það mér sagt það. Nei, nú ekki alveg rétt sko. Það eru þannig að með minnir svona 2 hægri flokkselementin á Evrópuþinginu og jú, að við svo fórum við inn með þeim svona hægri sinnaðri elementum sem tala fyrir meira fullveldi það svona nær Farage línunni að mörgu leyti og hvað heitir þetta ÖCER flokkurinn inn í ég man ekki alveg hvað hann heitir en þetta er svona afkvæmi af European Young Conservatives sem ég átti nú og Guðlaugur Þór stofnuðum hérna 93 og að því okkur þótti þó unglega samtök hægri Evrópuhreyfingar sem heitir Demic og vinstri sinnað og klöfum okkur þar út. Þannig að þetta er svona afsprengið þar og erum að horfa á að taka fleiri lönd inn í Evrópusambandið eins og Austur-Evrópuríkin og Tyrkland og fleiri ríki að því uppaflega var það hugmyndi með kol- og stálbandalaginu í byrjun 7. áratugsins að aukin viðskipti myndi tryggja frið í Evrópu
en staðan fyrir að menn vera að loka sig af með einhverjum nýmerkantilístiskum tollamúrum eins og við teljum að Evrópusambandi sé í dag og þjóni þröngum gömlum nýlendugildum stóru ríkjana þarna innan og þar með auðvalsins svo í snerti þitt eitthvað sósíalista hérna Viltu þá stækka Evrópusambandið? Algjörlega. Ég náttúrulega einn af þeim sem öðru þengjandi varandi þetta Evrópusamband. Ég var hérna í miklu og hef verið í miklu samskipti við breska íhaldsmenn og aðra íhaldsmenn sem fóru út. Við getum alveg haldið heila þátt hvernig þeir klúðruðu Brexit, bresku íhaldskurvarnir vinnu mínu. Við getum ekki farið í það. Nei, en ég hef hort á TAFTA sem hugmynd og hugsunum margar sem Transatlantic Free Trade Area, það sem Bandaríkin, Norður, Ameríku, Kanada, Grænland, Norður og Bretland stofni fríverslunar bandalag og jafnvel takið Svissinni og fleiri en það önnur umræða en Guðlaugur Þór alls ekki þetta svona tala, vera að kenna honum allt menn er bara hræddi við hann vegna þess að hann öflugur þegar hann hefur ákveðið að bjóða sig fram þá har hann búið sig fram og ég meina hugsið ykkur þegar að Guðlaugur Þór vinnur Björn Bjarnason í almennu prókjöri hvers konar blautur hanski það var í þessa þröngu flokkselítu sem telur sér ráðull í flokknum menn er bara ennþá í sjokki og eina sögurskýringin sem Björn Bjarnason gat komið með ástæðan fyrir því að hann vann mig í prókjörinu að því að var betra að borða hjá honum það segir nú ekki mikið pólitíkus sem tapar fyrir kleinum og kaffi Þorvaldur, má ég spyrja þig að því að vera að tala Guðlaugur Þór Áslaugu Örnu, Þórdísi Kolbrúnu stundu nefnd Guðrún Hafsteins ég veit ekki alveg af hverju það nefnt en er eitthvað munur á sjálfstæðisflokki Guðlaugs Þórs eða sjálfstæðisflokki Áslaugu Örnu svona að því að þú eins og ég sem er utanaðkomandi og ég skynni ekki þann mun, ég verður fyrir ekki ég veit ekki hverju það ætla að felast þetta er mjög svona ég held að Áslaug sé óbærslega óljós í sinni pólitík bara almennt Guðlaugur Þór einhverjum skýrir að hann vill þessa stétt með stétt afturkvarf hann talar oft stétt með stétt og hann er svona vill allavega þegar hann er í frambúði gegn Bjarna Ben og þá reyndar að stilla þessu svolítið upp þannig stilla þessu upp þannig þannig að en í praxis við náttúrulega, ég er náttúrulega vinstrikantinn og við erum alltaf mjög skeptíski þegar sjálfstæðisflokkurinn talar stétt með stétt því að við sjáum það kannski ekki alltaf í framkvæmd þannig að við sjáum ekki þann en þetta jákvæðni gagnvart verkalýðshreyfingunni hvorki þegar þeir eru verkföll á öðrum tímum eins og þeir núna þannig að nei, ég myndi sem bara ég átta mig og ég held líka kannski vandamál eins og þessi sjálfstæðismenn sem ég var að vitna í áðan vandamálið er hann vill bara skýra línur bara Milton Friedman fullkomin sjálfstæðisflokk og þá ertu með að reyna hvað að kjósa hver er þessi maður? Það er fullt af svona menn ég fullt af svona sjálfstæðismenn þeir bara vilja bara þetta ekki þetta væl, ekki þetta samsull ekki þetta samráð þetta er bara skýra línur og þá veistu hvað þetta kjósa og hann verður þá kannski bara 20% þá verður þeir líka kjósa sig eiginlega út úr landsstjórninni já, þú verður ekki þessi gamli venjulegi valdaflokkur við viljum vera danski íhaldsflokkurinn, þetta er skrítið sjónarmið já, þetta er orðið svo margir flokkar pólitísk næjurhyggja þetta er bara orðið svo margir flokkar þú þarf bara að hafa þessa skýru rödd og sterkur rödd ég sé ekki neitt mun á þessum stórkostlegan hvernig fannst þér þetta sem var að segja að flokkur minki bara niður í þetta og ég er ekki þar tjaldbúðarmaður nei, ég er ekki þar ég tel að þessi stefna og svona sterkur sjálfstæðisflokkur verði ekkert kjölfestan í samfélaginu eins og hefur verið bara með eitthvað 1-20% það sé bara frá já, sjálfstæðisflokkurinn er búin að ríkisstjórn í 29 ára síðustu 33 og lengi vel gátuðu myndað sem sé 2 flokka ríkisstjórn þegar búið að taka ákvörðunum að minnka flokkin þá voru þetta niður í að vera 3 flokkar
og ef maður ætla að minnka vera bara þarna fyrir neðan þessi 20%, þá kannski þarf að fara að mynda stjórn með einhverjum 4 flokkum og guð mig góður halda menn að það sé eitthvað betur til þess fallið að breyta samfélaginu í rétt átt eða þróa það í rétt átt. Ég sé bara nei og nei, sko. En er þetta ekki bara einhver óskhyggja þessi þetta byggja Sjálfstæðisflokkinn aftur upp í þessu? Þú nefnir hérna Viðreisn og Miðflokkinn og ég held að Viðflokkurinn er eiginlega frekar klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum en Framsókn, er það svona á reynir. Og það var lýðræðisflokkur var líka í boði fyrir kosningarnar og samanlagt þessi flokkar með 28,9% en Sjálfstæðisflokkur var með 19,4%, þannig hann er orðið minni hluti í tjaldbúðinni sem að þú vilt vera. Þú veist, það er bara stærsti hluti af tjaldbúðinni er bara í öðrum flokkum. Og akkur ættu að koma tilbaka? Ég koma tilbaka, svo er það alltaf spurningum sko vörumerkið. Og meina, ef við væri með einn flokkur sem bara Sjálfstæðisflokknum, Viðreisn og Miðflokknum, meina, það er ekki dýst að það héti Sjálfstæðisflokkur. Það geti heitið eitthvað annað. Meina, heitið á flokki er ekki aðalmáli, heldur fyrir hvað hann stendur vantarlega og hverju hann ætlar að ná fram. Þú sér svona deglu fyrir þér á hægri vagnum? Ég sé bara fyrir mig það að það væri æskilegast að þessir flokkar næðu saman og helst að það væri eitt flokkur og það er bara þannig. Þau Viðreisn hafði valkostum að mynda svona ríkisstjórn? Það sko það voru 2 svona uppákomur sem að hafa gert það að verkum að þetta var niðurstaðan. Fyrsta lagi var það þegar Viðreisn rauk út úr ríkisstjórninni 2016 og elti bjarta framtíð í staðis að þétta samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn og láta reyna það hvort að það ætti að fá einhvern annan inn í ríkisstjórninni, allavega ekki að hlaupa út með bjartir framtíð, sko. Þetta var fyrst og svo náttúrulega seinna skiptið var það að Bjarni skildi mynda þessa ríkisstjórn sem sé með VG 2021 í staðins að taka Viðreisn inn og vera með Framsókn og Viðreisn í staðin fyrir VG, sko. Var það ekki drengt? Nei, þau voru sko það var svo mikil sko della hjá þeim að vera að tala um það fyrir kosningar að það kæmi eitthvað sérstaklega til greina að halda áfram eða héldu meirhluta og svo bara var það allt í einhvern veginn búið að læsa bara öllu málinu þannig að þau byrja á því að tala saman og þeim leið ágætlega saman og allt það. Töluðu mjög lengi saman, voru bara 3 mánuði held ég að það var út á Borgarnes og fleiri muni ekki. Jú, en það var alveg klárt að þú veist, ef þau byrja að tala saman þá myndu þau endanum. Það er þannig afrið Bjarna, sko. Já, þú veist, Bjarni er ýmislegt til lista lagt, sjá ég. Það er ekki, að menna, hann er mjög öflugur maður, hann Bjarni. Sko límið í... En ég bara segja að þetta var það sem að farið svona úrskeiðs, bæði hérna sem að geti kent Viðreisnum, en síðan líka það sem geti kent sko Sjálfstæðisflokknum. Sko límið... Stukku fram að bjarginu þarna. Já, sko límið í Viðreisn er Evrópa. Já. Það er ekkert annað eins og Vilhjálmur komur réttilega inn á. Það er engin málefna ágreiningur milli þessara tveggja borgaraflokka nema afstöðuna til Evrópusambandsins. Það er límið og sérstaklega þegar Kristrún Frostadóttir fór af Evrópustefnu samfylkingarinnar, hún komur kannski aftur inn á hana núna en það hendaði Kristrúnu pólitískt að fara tímabundið af henni en hún sagðist bara já, hún parkeraði en sko Viðreisn fór aldrei af Evrópustefnunni. Viðreisn hins vegar treystir bara út frá sögulegum pólitískum þáttum treysti Viðreisn samfélkingum betur að hoppa á Evrópa heldur en Sjálfstæðisflokknum og þess vegna, og þetta smitar alveg inn í borgarstjórnina. Hugsið ykkur, sko, borgin hérna er sko, þetta er fádæma skipulagsofbeldi og óráðsi og rugl í borgarstjórna meirihlutanum. Þetta er bara svo delludraumur ofsækjumann, sko, þetta er bara einhver tremens, pólitísku tremens. Þú talar eins og Guðlaugur Þór sem talaði í kosningabaráttunni alltaf um málefni Reykjavíkurborgar eins og við höfum í borgarstjórnarkosningar.
Það var eiginlega öll hans áhersla að vara borgarstjórnina. Og ég hugsaði, býttu alltaf hann að fara í borgarstjórnina aftur eða? Nei, Bjarni, að andstæðingur Sjálfstæðisflokksins sé meirihlutinn í Reykjavíkurborg. Nei, þetta hangir allt saman. Ekki lengur allavega. Því að flokkarnir sín oft sín réttu andlit í sveitarstjórnum. En varðandi Viðreisn, þá fannst mér það í kosningabaráttunni. Mér fannst Sjálfstæðismenn vilja að Evrópumálin yrðu kosningamál, en mér fannst svona Viðreisn ekki hafa sérstakan áhuga á því. Mér fannst Viðreisn vinna kosningarnar eða sinn sigur á því að halda því fram að það væri hægt að hafa hægri hagstjórn og vinstri velferð, sem kannski gamli góði Sjálfstæðisflokkur fyrir það. Mér fannst að Viðreisn vinna á þessu. Stjætt gengur út á. Mér fannst að flokkurinn vinna á þessu. Hann reyndi að fara þangað, en einfallega er flokkurinn eins og hann núna með núvarandi fórustu, þá er Sjálfstæðisflokkurinn elitískur, hann er þröngur og hann höfðar meira til tannlæknafrúarinnar í Garðabænum heldur en til fiskvinnslukonunnar upp í Æsufelli. Og þessu þarf að breyta, af því þetta er ekki flokkurinn. Ég veit nú ekki nákvæmlega hverjir kusu Sjálfstæðisflokkinn svo sem sko, en ég held að það sé nú sko breiður hópur í sjálfu sér og ég þekki nú svona miklu betur til þannig sé út á landi sko, þar sem ég var þingmaður sko og það var bara alls konar fólk sem að kaus Sjálfstæðisflokkinn og ég þessi frjálsíkjumaður náði kosningu endalaust í baráttusæti og þetta er mesta lágtekju kjördæmi í landinu bara fyrir ekki Sjálfstæðisflokkur er ennþá stærstur sko trúverðuleiki og flokksins var miklu meiri en svo er eitt líka sem við þurfum að hafa í huga sko, er það að Sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera við völd allan tíma en sko á sama tíma og þessi svona áhersla á einkaframtakið og atvinnulífið og frjálshyggjuna og þetta allt saman hefur verið þá er Íslandi bara fremstu röð hvað snertir jöfnuð bara eiginlega á toppnum. Já, eðlilega að því við erum mjög fámennt samfélag. Þú getur bara tekið Brooklyn í New York að það er miklu meiri jöfnuð þar heldur í Bandaríkjum almennt. Við erum bara svo fámennt samfélag að við þolum ekki þann ójöfnuð sem stærri þjóðir þola. Ég bara benda á þetta að það er alveg ótrúlega mikið upplýðið þannig líka bara á vinnumarkaðina sko. Sem að hefur verið svona gert í því að reyna að passa upp á lægri endan í samfélaginu. Það er með sterkri verkefnisreiningu. Já, og líka atvinnurekendum. Þú veist að það þarf það þarf náttúrulega báða til og þessi og það er nú oft verið kvartað undan því að sko að aðilar vinnumarkaðarins sko væru alltaf mikið saman og í gamla dag talaði Davíð Oddsson alltaf Vasi það var það vinnuvillisambandið alþjóðasambandið sko Má ég skjóta þess inn varðandi ákvörðun Viðreisnar að fara í þessa ríkisstjórn sem er núna það sem að Viðreisn fær er allt sem að Sjálfstæðisflokknum dreymir Þeir fá utanríkisráðuneytið, þeir fá dómsmálaráðuneytið, þeir fá fjármálaráðuneytið, þeir fá öll atvinnuráðuneytið. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki fengið svona díl í neinni ríkisstjórn því að fyrir á móti einu flokki. Jú, við vorum öll ráðuneytið sem nefndir nema atvinnuráða. Það var framsóknarmaður í fjármálaráðuneytinu þegar það var gengið til kosninga? Nei, en við erum búin að vera með fjármálaráðuneytið sko síðan 2013. Já. Og það var yðnaðurinn var hjá Vilju eða ekki? Nei, hann hefur flakkað á milli ráðuneyta. Þið voru ekki með svona stóran díl? Jú, við höfum verið með alveg fína díla í gegnum tíðina, sko. Sérstaklega þegar við verum í tveggjaflokka ríkisstjórn, sko. Já, Samfylkingunni, ég fengur ekki svona svipa næstu í þennan díl. Jú. Ekki utanríkisráðuneytið? Nei, ekki utanríkisráðuneytið. Það vegur bara miklu meira núna heldur við getum það. Þegar flokkur er í þessari stöðu að geta valið, þá getur hann eiginlega sko tekið til sín allt sem hann vill og kannski verða bara Sjálfstæðisflokkurinn hefði aldrei getað boðið Viðreisn upp á viðlíka díl og Samfylkingin gerði í þessari stjórnarmyndun. Ertu viss? Ég átta mikið á því. Nei, ég er ekkert viss. Það er eina sem ég sagði sem stendur að Sjálfstæðisflokkurinn hann er ekki trúverðugur gagnvart Viðreisn varðandi Evrópumál og það er bara stóra dæmi. Já, stóra dæmi. Jú, en ég held líka bara ef það er kosið
málið, menn þá kannski fer bara sá tappi úr líka. Og fylgir tilbaka eða hvað? Já, flokkurinn tilbaka, samanast eftir. Þeir vilja kannski ekki klára málið nú að snemma. Það fer kannski einhvern svona dýnamík í gang í framhaldinu, skulum segja, sem að verður til þess að þetta geti nást saman í eina fylkingu aftur. Eftir samþykkt. Bara þá komin allavega niðurstaða og ég held að svo niðurstaða verði eitthvað sem að þá samakvöruður í ríkisstjórn þarf að láta reyna á. Og svo það spurning hvort að það endar þá á einhverjum tímapunkti með einhvers konar samningi ef að þetta verður samningi. Já, en hins vegar frekar vona því að þetta verður bara fellt. Þetta verður fellt aftur? Já, ekki aftur, það verður bara fellt. Endurnýja umsóknina, ég veit ekki á að kalla þetta. Það var kosið endurnýja umsóknina, fyrst eða ekki? Jú, bara sækja aftur eða hvað viljum segja. Heldur þú það verður fellt? Ég held að það verður fellt. Ég held að verður fellt. Seinni umferðin verður fellt? Nei, fyrir. Það verður bara fellt að fara inn í þessa vegferð. Nei, bara ástæðan svo að mér finnst öll umræða þetta svo rosalega þröng og menn eru alltaf að spá í svona allra kannski þrengstu fjárhagslegu hagsmuni eða peningamáli eða hvernig sem líta á þetta. Ég segi, en eins og Jón var að nefna hérna áðan að þá Evrópusambandið var stofnað kannski fyrst og fremst frið og lýðræði og mannréttindi. Og frelsi og viðskipti. Viðskiptafrelsið með tæki til þess að ná henni fram. Og það er þjóðir sem hafa gengið í Evrópusambandið, flestar hverjar, hafa haft öryggishagsmunina eða friðarhagsmunina númer 1 eða lýðræðishagsmunina númer 1. eins og Spánn, Grikkland, Portugal, allt saman þá snerist lýðræði. Ríkin og Austur-Evrópu, Mið- og Austur-Evrópu þjóðirnar að öryggishagsmunir og friður. En ætti ekki verið að einmitt verið líklega Íslendingar að tækja þá ákvarðin út frá þessu sjónarmiðum að fara inn, heldur ekki? Nei, ég held að því miður held ég að Íslendingar muni ekki hugsa það, umræðan mun öll snúast efnahagslega þætti, efnahagslega hagsmunir menn alltaf spá í evruna og hvað græðum við á þessu? Hvað græðum við á þessu, sko? Já, þjóðinistáttur er alltaf sterkur. Nei, hann getur alveg verið sterkur. Hann verður sterkur? En ég bara segi að ef þetta á að ganga þá þurfum við að hafa einhvern æðri tilgang heldur en peningar. Já. Þú byrður ekki lítið. Ég bara segja það. Nei, bara takið til þess eftir Bretunum. Bretarnir töldu þess ekki heim í Evrópusambandinu lengi vel. En svo fóru þeir að sjá opsjónum yfir peningunum. Að þeir geti grætt á því að vera inni, og þetta var fyrst og fremst á grundvelli efnahagslegra útreikninga sem þeir gengu inn. En ef gengur þannig, þá líður alltaf illa. Því að lífsbaráttan henni líkur ekkert við það að gangi í Evrópusambandið og lífsbaráttan hættir ekkert þótt við tökum upp evruna. Alls ekki. Það koma bara upp alltaf einhver vandamál eða mál sem það þarf að vinna í og viðfangsefni til þess að vinna með í samvættu efnahagsmál og atvinnulíf og allt þetta. En efnahagsmálir eru ekki í ferðinni síðast. Það var náttúrulega gífurlegu þjóðernishyggju áráður gegn Evrópusambandinu. Já, en þú veist, mér finnst þú gera of mikið úr það sem kallað þjóðernishyggja. Það var, já, fullveldis. Ég meina ekki kannski endilega þjóðnishyggjan í einhverjum neikvæðum skilningi, þjóðnishyggjan sem afl er öflugasta áráðusafl nútímans. Hún verður þetta skal ég segja bara ein hlið á því að þú ert alltaf að skilgreina hagsmunina þína svo þröngt og alltaf að spá í, hvað er ég að gefa eftir, en þú hugsar aldrei það hvað réttind er ég að fá. Hvaða möguleikar er í stöðinni og það eru þetta er þannig að við erum ekki bara eins og núna með á innri markaði Evrópusambandsins
heldur erum við líka, þú veist, í alls konar alþjóðlegu regluverki. Já, ég er ekki og þetta alþjóðlega regluverk byggðist upp sem sé eftir seinni heimsstyrjöldina mikið og þegar Bandaríkjamenn tóku að sér að vera forystu ríkið frjálsa heims og beittu sér fyrir svona bara mjög víðtæku regluverki í viðskiptum svona GATT eða Bretton Woods stofnanir eða hvað sem viljum taka og þessar alþjóðlegu reglur sko þær eru miklu meira verndandi og meiri vörn fyrir þann veika og litla heldur nokk tíma þann sterka sko, stóra en það getur þýtt að þú þurfir að vera að laga þig að þessum reglum og þér finnist að þú set að missa eitthvað sjálfstæði með því að laga þig á þessum leikreglum sem að gilda á þessu miklu stærra svæði við getum sko, en við þurfum að fara eftir þessu hvort sem okkur líka betur verð þú veist, metrakerfið var nú einu sem funduðu metrakerfið það var nú einu sem funduðu og við réðum engum það við réðum bara engum metrakerfið og þannig sko alls konar staðlar sem eru settir upp hvað sem reikningsskilastaðlar eða ég veit ekki hvað sem eru bara settir út í einu stóra heimi og við getum greitt atkvæði þannig að Norra Söðurkróki hvort við viljum vera með þessu en þú veist við bara þurfum að vera með þessu en það var ekki það sem fram á fundum kaupfélagsins þeir taka þetta upp allt saman sko. Ég var að benda á hvernig þetta réði síðast þessu var hafnað síðast það sem þjóðernishyggjan var alveg líkil hvað mennur hafnað? Já, ég meina kert út á borðinu eða hvernig sem við kalla þetta. Sko, í fyrsta lagi hefur þjóðin aldrei fengið að tjá sig. Nei, það var ekki formlega en það var hafnað í ákvörðun ríkisstjórnarinnar að draga þetta tilbaka var gríðarlega óvinsæl. Að draga, en ég meina þetta var komið í öllstræti Vafkið stutti þetta náttúrulega aldrei. Því við erum að tala um sjálfstæðisflokkinn, sko. Þá ég sammála Vilhjálmi vinnu mínum að það voru gerð þarna ákveðin mistök. Að forysta sjálfstæðisflokksins talaði þannig í kosningabaráttunni þá að þjóðin ætti að hafa það að segja hvort að við færum inn í ESB eða ekki. Það var raunum vitlausmálflutningur því að þú ferð ekkert inn, þú bara bankar ekkert dyrnar og það er opnað og hoppar inn. Það er ekki þannig. Þess vegna eru aðildarviðræður rétt árið yfir þetta. En við fórum frá þessar stefnu með svolítið svona hroka. Nei, við höfum ekkert að gera þetta og við verðum bara á lítið ríki og missum auðlindir okkar og höfum ekkert að segja og bla bla bla. Við vitum betur. Þetta var svona pínlítið hroki og sem hefur oft komið forystu flokksins og sjálfstæðisflokknum svona koll. En núna stendur það bara fyrir hjá þessari ríkisstjórn að hefja aðildarviðræður og það er ekkert að við erum ekki að opna þær eins og þær hafa alltaf verið í gangi eða í smá svona lægð heldur erum við bara að fara þá og íslenska þjóðin verður spurða því vilt þú að Ísland hefji aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þetta er bara einföld spurning og það er í rauninni ekkert hægt að vera á móti því. Ef að þjóðin segi já, við viljum að ríkisstjórnin fari í aðildarviðræður þá verður það gert og þá hefst mjög frjó umræða eðli sögulegar staðreindir Evrópusamruna alls sem ég held að hafi bara íslenska þjóðin hafi gott að vera í þessu tali í 3 ár að vera í því tali í 3 ár það var ekki mjög frjó umræða það þarf ekki að taka 3 ár vegna þess að Evrópusambandið er sko starfandi þjóðarheild þú ert að koma inn í partí þar sem er búið að ákveða lögin matseðilinn, klæðaburðin hvar þetta er og hvað kostar inn þetta er ekkert þetta heitir acquis communautaire það er eitt fyrir allt og allt fyrir eitt svo eru
svo eru svona aðlugunar tímabil fyrir þjóðir sem vilja ganga inn og það var mikið gert úr þeim síðast. Hafa þannig samfélag eða hagkerfi sem þarf aðlugunarhæfni. Þar sprakk allt síðan. Það sprakk ekki, það var aldrei farin í þetta. Nei, ég segi bara, áráðurum að sá að við værum þegar komin í, þetta var ekki hægt að kíkja í pakkan eins og það var ekki tilneitt sem hýtti aðlögun. Það ekki hægt að kíkja í pakkin, þetta? Já, það var, en þarna sprakk allt strax. Þeir sem segja við mig í umröðinni. Þetta fer alltaf, þú veist, í þess að þröngu hagsmuni, sjávarútvegurinn mun segja bara nei. Það kemur þetta ekki reyna. Og ég alveg sammála því, ég skrifaði og þar með moggin og Sjálfstæðisflokkurinn, mun segja nei. Já, en stjórnskipun Evrópusambandsins leyfir ekki neina undan þá frá hinni sameiginlegu sjávarútvegsstefnu, því að hinn sameiginlega sjávarútvegsstefna byggist á hinni sameiginlegu landbúnaðarstefnu sem hryggjarstykkið í Rómarsáttmálanum. Og þessi 27 aðildarríki sem eru innan Evrópusambandsins mun aldrei fara í það stjórnarskrárbreytingar, því að þá kemur með 27 aðildarríki sem byrja að fá á víla dílum sína sérhagsmunir aftur. Það ómöguleiki í því að ganga í Evrópusambandið strax, en ég tel að við að fara í gegnum þessa umræðu og jafnvel 3 ára, það þarf ekki að vera 3 ár, bara til þess að fá þetta út af borðinu. En stóra málið í sambandi sjávarútveginn er það að það er svo breyting að forræði á sameiginlegum fiskistofnum myndi færast yfir á Evrópusambandið. Þannig að við þurfum að byrja því að semja okkar hlutdeild innan Evrópusambandsins í hlutdeild Evrópusambandsins í sameiginlegum fiskistofnum. Það segja að þorskurinn ekki sameiginlegur? Nei, þorskurinn ekki, nei. En síðan myndum við hafa praktískt séð yfir alveg bara sama vald á höfum yfir því sem innan lögsögunnar. Og svo hitt sem að myndi opnast, það erlenda fjárfestingar í sjávarútvegi, það bara myndi gerast. Og landaköpum. Þetta er bara það sem myndi gerast, en svo má spyrja sig, er ekki íslensk sjávarútvegsfyrirtæki að kaupa sjávarútvegsfyrirtæki erlendis? Hvað er mörkin núna? Er það 51% eða? Skylda til að með útlendingar eiga 49% í dag? Já, það er í hluta, en það sem ég bara er að benda á, að umræðan mun hún mun snúast svona þessa jákvæðu eða neikvæðu þætti. Og það verða alltaf jákvæður og neikvæður þættir og þetta er alltaf þannig að þú getur ekki litið á hvort sem inn í Evrópusambandinu eða utan þess sem einhverja endastöð. Það þarf alltaf að halda áfram að stýra landinu. Ég bara mandi það við tölum evruna til dæmis. Og vexti? Já, evruna og vexti og þetta allt saman. Þá bara rifja ég stundum upp að þegar ég var í framkvæmdastjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, þá fór fram svona umræða gengismál. Og það var í mínu kjördæmi sem var Norðurlöndin og Eystrasaltslöndin. Það voru með eins og Finna sem voru með evru. Svo voru með Svíja og Norðmenn og okkur sem voru með sjálfstæða gjaldmiðla og flotgengi. Svo voru með Danmörk sem með dönsku krónuna sjálfstæðan gjaldmiðil en með fastgengi við evruna. Og ég var að benda þetta allt saman og sagði, við erum með allt þetta hérna hjá okkur, en það sem skiptir mestu máli er að menn séu samkvæmir sjálfum sér í því hvernig menn stjórna þessum mismunandi gjaldmiðla kerfum. Og þetta bara fjall í góðan jarfi þarna. Og af því að það er bara þannig, ef með evruna þá þarf þetta að stýra landinu með ákveðnum hætti og eins og Danirnir, en þeir eru með fastgengi og þegar ég mætti var að tala við dönsku seðlabankastjórana, það var bara alveg klárt að efnahagsstefna Dana byggir bara algjörlega á því að halda þessu fasta gengi.
ef var einhver minnsta hætta á því að þessi verið að rugga bátnum þar, þá bara gripið fast í taumana sko. Og sama með og síðan með síana og normennum sem eru flotgengi, þá bara viðandi hagstjórnar aðferðir nýttar til þess að láta það virka upp með lágri verðbólgu sko. Ég verði að spyrja það inn, mér fannst þú segja áðan að þegar fólk með eitthvað svona væntingar til Evrópusambandsins að brauðstreyti heldur áfram og allt saman, en ég heyri bara ungu fólki hérna ykkur mig, það að horfa á þetta að því það telur víst að lánakjörðis muni breytast mjög til batnaðar. Við komumst undan þessum háu vöxtu sem við erum borga hérna núna, þannig ekki verðtrygginguna. Það er þessi stór þáttur í kostingunum, engin spurning. Sko, efri vextirnir verða lægri heldur en krónuvextirnir og það er engin spurning að skoða evruna annars að vera króna hins vegar og segir bara að það eru 3 atriði sem að þú notar til þess að spá í hvað gjaldmiðlar eru öflugir sko. og það er vextirnir, það er verðbólgan og það er gengið gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Og ég held að sé alveg sama, þú veist hvernig þú lítur á málið, að evran verður alltaf sterkari gjaldmiðlinn en krónan sko. Já, og þá með betri lánakjör hingað heim. Já, en svo þegar þú ferð að vinna með evruna og ferð að taka inn þessa lágu vexti og allt það, þá myndu koma upp önnur vandamál og þau felast í því að myndi sparnaðurinn í samfélaginu minnka. Og ef að það gerist, ef við finnum ekki einhver ráð til þess að passa upp á það að sparnaðurinn mingi ekki, heldur það er hann fyrir eitthvað aukast heldur en hitt. Það fjármagnsstræmi þá út? Já, bara þá bara kemur eitthvað annað ójafnvægi í hagkerfi hjá okkur og síðan hitt líka að þegar þú lækkar vextina þá áttu líka að hækka eignaverðið. Fleiri sem að þú veist að hækka eignaverðið og líka fasteignum sko. Það gerðist í til dæmis í lágasta tímabilinu, þá rauk upp fasteignaverð í Íslandi og hlutabréfaverð. Bara benda á þetta. Þetta hefur allt saman fleiri en eina hlið sko. En eftir stendur viljum við hafa evruna svona harðan gjaldmiðil eða viljum við hafa mjúka íslenska gjaldmiðil sko. Það er bara Má ég fara aðeins aftur heim af því að Jón og þú ert stuðningsmaður Gulla og lýsir honum sem alþýðudrengur Borgarnesinu og þannig. Ég vil hins vegar ekki vera skilgreindur í mínu lífi sem stuðningsmaður Gulla. Nei, þú hefur hrifin á honum og þekki mannin mjög vel. En að því að þú lagði svona áherslu að væri svona alþýðudrengur og ég fór að hugsa í hvaða flokki væri formannskjör snerist alþýðudrengi og elítur nema í Sjálfstæðisflokknum sem er svolítið svona kostulegt. Og þegar maður horfir yfir þá sem hafa verið formenn í þessu flokki, eða náttúrulega eftir Jón Þorláksson að þá voru tósararnir og svo komu Engaengarnir og svo kom HBN og þangað til að koma alþýðudrenginir sem að voru Davíð, Þorsteinn, Davíð og Geir og svo komu Engaengarnir aftur. Mér er bara leikur forvitnað að vita að því þú notar þetta og einhver sagði elíta hér og þröngur flokkur og svo alþýð. Skiptir þetta máli inn í Sjálfstæðisflokknum að hvort að formaðurinn sé svona tengdur inn í svona valdaættir samfélagsins eða hann sé einn af okkur alþýðumönnum? Þetta er nefnilega mjög góð spurning og þetta er líka merkilegur pólitískur kokteil að þú getur verið nátengdur atvinnulífinu og notið traust verkalýðshreyfingarinnar. Eins og Óli tókst að gera. Og Bjarnar Ben eldri líka. Óli Tórs var nú sérstaklega svona algjörlegur við Saltvíksstæðunar. Algjörlega. Og Jón Þorláksson var talið mjög svona þurr á mannin. Og menn fór ekki með hann og hann var ekki trókur alls vagnar en hann var svona flokks faðirinn. Ólafur Thors varð út af sínu lundarfari og lindisengun varð hann þjóðarleiðtogi. Hann var þjóðarleiðtogi og Bjarni Ben fylgdi eftir
sem svona frekar þá pragmatískur þjóðarleiðtogi og síðan áttu við mjög stutt tímabil með Jóhann Hafstein sem var meira svona flokks framkvæmdastjóri, byggði upp innviðina og Valhöll og mér þykir vænt hana því að hann bróðir afa míns, Jóns Kristins og mann eftir honum vel og svo komstu með Geir Hallgrímsson sem var að mörgu leyti mjög merkilegur maður en náði ekki þessari lífhylli þó hann vann alveg stórkostlegan kosningasigur 74. Var úr elitunni náttúrulega? Já. Þú veist, íslensk borgarastétt með plebisk og leiðileg. Þetta ekkert old money og þetta ekkert til þess að hrópa húrra fyrir íslenski borgarastétt, sko. Já, og ég ber virðingu fyrir frjálsum framtaki og styð það. Þá hefur hann alltaf verið millistéttin sem hefur verið okkar eina hástétt hér og byggt landið upp og Sjálfstæðisflokkurinn þegar hann fer eins og ég hef sagt oft fer út í það að vera flokkur bankageirans, stóru fjárfestana og fór að tala niður til almúans. Ég meina til dæmis bara eins og innra starfið í Sjálfstæðisflokknum þá sakna ég gömlu góðu verkalýðsfélagana. Þau farnir allir? Þeir ekki farin en þú veist þetta er ekki bara formaðurinn eftir þetta er ekki neitt til þess að tala og það að taka á þessu innra starfi. Svo kemur leiðtogi sem Davíð Oddsson sem enginn getur sagt að sé með einhverja elítu bak við sig en Davíð Oddsson sem sterkur leiðtogi byggir upp valdanett innan flokksins til þess að flokkurinn haldi völdum í landinu til þess að þetta er ekki líknafélag sko. Þetta við erum í stjórnmálum til þess að halda hérna völdum og koma okkur málum í gegn og menn geta skrifa lærðaræður og bækur spillingu og öskra og æft sko en svona er bara lífið er ekki líknafélag þetta er bara þannig og til þess að koma ég meina við getum akkur skrifir einhverja bækur til dæmis spillingu innan verkalýðshreyfingarinnar hvernig lífeyrissjóðskerfið skipulagt er það ekki næsta verk fyrir þig? Það er hluti af bókinni sko. Já, bara haltu áfram með það það margt að finna hvernig var samband íslenska samvinnufélag byggt það hefur ringt til mig menn og beðið mig að skrifa það er að mörg að taka í spillingu og þeir töluðum bækur en mannlegt samfélag byggist upp á frændigli eða nepotisma þetta er ekki hrein megi milletúlpu að syngja passífsálmála því miður og er bara ekki lífið þannig Stjórnmálin eru spilt og við bara venjast því Nei, alls ekki þau eiga ekki að vera spilt það sem ég er að segja með Davíð Oddsson ef við höldum áfram með þessa formarsgreiningu mína þá er Davíð Oddsson líklegast einn af þeim stjórnmálunum sem Ísland hefur aðlið sem nánast er svona á pari við Winston Churchill í þjóðar alheims leiðtoga efni sko. En þú slepptir einum sem var Þorsteinn Pálsson í upptalningunni en hann hefur miklu meiri áhrif í pólitík í dag heldur en Davíð Oddsson það er bara þannig í dag hefur Þorsteinn Pálsson Þorsteinn Pálsson er bara mætur maður og velgefin og það á að hlusta á hann algjörlega og hann er einn af þeim sem sögðu bara ég er ekkert að éta þennan súra graut sem Sjálfstæðisflokkurinn er að matræða fyrir mig í Evrópumálum og hann fór og hann hefur bara mína virðingu fyrir því vegna þess og þetta er heimatilbúin vandi Sjálfstæðisflokksins hvernig hann hagaði sér gagnvart þessu flokki og er ekki alltaf að viðurkenna það Jú, það held ég en það hafið báðið viðurkennt Já Er þau ekki að fara að setja gott bróðið? Það er mjög skemmtilegt að tala Sjálfstæðisflokkinn Já, gamla helsta valdaflokk þjóðarinnar þetta er ekki smáræði Það eru marga vistaverur hann inni Þetta verður spennandi tími framöndan og það er fullt af góðu fólki sem er tilbúið til þess að leiða flokkin. En heldur þú, Vili, að því að ég veit að þú myndi vilja að flokkurinn myndi nota þetta tækifæri til þess að svona meta það hvað hann ætlaði að verða og hvernig hann ætlaði að ná því og þar sem til göttunum. Verður þetta ekki bara eitthvað ferðarsamkeppni í milli einhverja atvinnustjórnmálamanna og Já, byrjar þannig og svo kemur einhver niðurstaða og þá ætla ég að vona að menn horfi bara til framtíðar. Það var að segja að það sá sem að sigri í kosningarnar að honum auðnist að byggja upp betri Sjálfstæðisflokk. Já, algjörlega. Þetta eru falleg lokaorð. Vilhjálmur Þorvaldur og Jón Kristinn, við þakkum ykkur fyrir komuna. Gaman að koma, takk. En við sittum eftir. Já, aðeins í sport. Takk.
Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Nei, við sitjum með eftir bræðurnir, gestirnir okkar farnir, búið að vera líflegar umræður bæði bara samfélagið allt og núna síðast Sjálfstæðisflokkinn sem að voru áhugaverðar. Þú byrjaðir samtalið í hádeginu hvort að Sigurður Ingi ætti ekki að flýta man ekki hvað heitir landsfundur, flokksþingi. Og það eiginlega, við fórum yfir það, ég meina, föllur ráðherrarnir hafa ekki tilkall til þess að vera formenn, bæði hafa ekki aðstöðu til þess, það nú oft talað að það sé erfitt að vera formaður utan þings og kom fram þegar hann var formaður Jón Sigurðsson, sem hafði mikla hugmyndir að endurnæra Framsóknarflokkinn. Hann var eldklár maður og með hann var pólitíkus og kunni pólitíkarsögu og vildi endurnæra flokkinn með gömlum hugsjónum samfélagsuppbyggingu. Það gekk ekki hjá honum að vera svona utan þings, svo að hann hefði kannski hætt af öðrum ástæðum. Geir Hallgrímsson var utan þings? Það gekk ekki heldur. Og við vandræðin með að vera Þorsteinn var utan stjórnar einhvern veginn, það var líka algjör vandræðin. Það var alveg galið. En þá var eiginlega eftir eina sem að gett tilkall til þess að vera formaður væri Ingibjörg Ísaksen, en hún var bara að lýsa því yfir núna áðan að hún styddi Sigurð Inga bara fullkomlega og þar með þetta eiginlega bara dögt mál. Er það ekki? Jó. Ég held að hún hefur sterkasta pallinn til að tala frá. Já, ef þú vilt ekki Sigurð Inga, þá verður að segja hvernig þú vilt. Já. Gömlu ráðherrarnir, föllur ráðherrarnir, þeir virka ekki. Þingflokkur virkar ekki nema kannski Ingibjörg, hún styður Sigurð Inga. Og hvað ætlar að gera? Þú verður bara með Sigurð Inga. Ég ætla ekki að gera. Ég bara ætla ekki að vera að kosta á mér. Nei, ég ætla ekki að gera neitt. Mér finnst þetta svo erfið staða sem hann er í að býða afhróði kosningum, fara úr 13 þingmönnum niður í 5, tapa 8 þingmönnum og hann er rétt lagður inni og hann ætli sér bara ótröður að vera formaður áfram. Þetta er algjör höfnun á frambúð Sjálfstæðisflokksins. Framsóknarflokksins, Jú, en þeir hafa bara ekkert annað. Þetta er þannig að þeir ætlaðu að klífa fjall og Sigurður Ingi var þarna fremstur og hann rapaði niður og hann er fótbrotinn og hann er búinn að tapa öllu sem hann var búinn að klifra. En það er eina leiðin fyrir hann að bara leggja af stað, fótbrotinn og með brotna hnéskeljar og alltaf komast upp þessu. Og þetta er rosa erfitt. Ég meina, manstu þegar vorum að ræða VG og þá var allir að tala að Svandís yrði næsti formaður og ég sagði alltaf nei, ég held ekki. Því ég taldi að Svandís hefði svona það nef að átta sig á því að þetta er bara óvinnandi. Og ég myndi halda að Sigurður Ingi, ef hann myndi horfa á það, allir aðrir alveg sama, þú veist, þetta er svona
þú veist að kannski verður 4 ára kjörtímabil með þessu ríkisstjórn, þannig að nú tími segjum að þú hefur metnað að taka við og ert kannski utan þings, það verður best að gera það bara svona ári fyrir kostningar eitthvað, þannig að það engin að íta eftir því að taka við honum. Nei, en sko flokkurinn sökkvandi sko. Og Sigurður Ingi mun ekki ná að snúa þessu við. Nei, alveg örugglega ekki. Nei, mjög ólíka, þú veist, það getur verið að hann bara farið upp á fjall og komið niður með töflunar, fái vitrun, ég veit ekki. Ég held að þetta sé bara búið hjá honum, það getur verið formaður eitthvað áfram, þannig að ég veit ekki, þannig að sko flokkurinn jafnaði sér betur á þessu en flokkurinn í sko lífshættu. Samfylkingin skipti formann með 6 þingmenn, Framsóknarflokkurinn með 5. Þá tóku þeir nýjan, eitthvað svona ferskan anda sem að væri þá kannski Ingibjörg Ísarsen og Kristrún, hún eins og frekt var ekkert svo mikið niður í þingi, notaði svolítið að vera inn á þingi að rífast við Bjarna, að búast til að hún væri mótvægið við Bjarna sem að kom svolítið fram fyrst að meðbyrði með þessar ríkisstjórn núna hún ekki Bjarni, þannig það mjög sniðugt á Davíðs tímanum að vera andstæðingur Davíðs eins og Ingibjörg Sólrún gerði og það rundi gott hún gerði það niður á þingi en var eiginlega svolítið á þingi, svo fór hún bara landið og fór að bara byggja upp nýja flokk sem heiti Nýja Samfylkingin og allt annar flokkur heldur en gamla Samfylkingin. Og hún fekk bara einráð að gera þetta. Ja, þeir eru skilað árangri, það er oft sagt svo við byggðu og þeir munu koma. Það fór að rísa í skoðanakonunum. Þá segja allir bara ok, gerðu þið, allir bara Kristján. Ég ætla ekki að fara að deila það hvort það sé rétt í leið eða ekki. Það er augljóst hún rétt í leið, þannig ég fylgir það. Eitthvað sem að skora alltaf mörkinu, ég get að ræða það frekar, bara alltaf fram að skoða. En það voru sumir sem fóru, Helga Vala og sumir fóru út og sumir fóru út útlendingamálunum líka. En ég held að ákvörðun Kristrúnar í Evrópumálunum hafi fælt í burtu Helgu Völu og Oddnýju Harðardóttur. Ég held að sé... Það var það ekki líka eitthvað svona persónulegur ágreiningur inn í þingklúbnum, sko. Evrópumálunum. Nú, ég held að það hefði verið bara svona eitthvað persónulegt að hún hafi verið ekki lint við neitt nema Jóhann og kannski höfum báðir rétt fyrir okkur. Það voru þarna fréttir að það voru ykkur svona vinnustæðasálfræðingar að koma að tala á milli. Það nú meira ósköpun, það alltaf ef það rífist í stjórnmálaflokki þá kom alltaf vinnustæðasálfræðing. Við ættum að hafa kannski pröfa að hafa vinnustæðasálfræðing til þess að við getum talað saman. Alltaf hvernig þau samtöl farið fram. Já, þá kannski... Mér finnst að Siggi vera eitthvað það ég veit ekki hvernig það fer. Nei, já. Fransson í alveg stórkostlega vanda. Já, það ég að segja. Já. Og þá kannski Ingibjörg ekkert spurtaði hvort hún vilji eða ekki, hún bara verður. Ef að Sigur Ingi finnur enga fjöld til að stökka upp af til að gera eitthvað, ef hann gerir það ekki, að þá bara einsýnt með það að alveg svo Jón Sigurðsson og Valgerður tók að sér formöðsku í Framsóknarflokknum að því það var bara krísa. Já, en það er eitt í þessu. Segjum að Framsóknarflokkurinn hugsa sér svo, við erum með bara hryllilegri stöðu. En við vitum ekki alveg hvar sóknarfærin okkar liggja. Ef við ekki bara hingra aðeins og sjá til hvernig þessi ríkisstjórn sem er svona með eitthvað meðbyr núna, sem að mér held ég sé ekki alveg í skoðanakonunum. Þannig að ég held að við ættum aðeins að hafa því huga þegar við erum að hlusta á allt þetta spjallþætti og svona, þar sem við talaðum um svona gríðarlegan meðbyr með valkyrjustjórnunni. Ég held að hún sé ekki að byrja á hærri stað heldur en ríkisstjórnu bara yfirleitt og almennt, sko. Nei. Þannig ég held að byrja það skjóta þín. En þá segir Framsóknarflokkurinn, sjáum aðeins til hvernig gengur að efna öll þessi stóru loforð sín. Og svo þegar það gerist náttúrulega ekki, að þá byrja að verða svona urgur og kurgur og allt þetta. Og þá opnast eitthvað svona tækifæri hvar við getum vaxið, af því að Framsóknarflokkurinn er svolítið eins og svona lindir. Ef það opnast til hægri, þá vex það til hægri og það getur gert hvað sem er. Kannski hugsaðu bara svona. Nema Lilja, hún er svolítið eins og hún hefur trú á því að... Hún er pólitíkus. Já, og hún hefur talað um flýta flokksþingi. Já. Hefur þú trú á að hún hafi stuðning í flokknum til þess? Já, ég held það. Ég held það. Hún náttúrulega sögu í flokknum. Pabbinar var náttúrulega afgerandi Framsóknarmaður. Og svo líka hún bara mikið menntuð fyrir þetta og hann að hún hefur ýmislegt tilbúinins að bera, sko. Það hjálpa hann ekki öllum.
Það er þessi svo fjármálaráðurinn okkar hefur svona mentaður og svona, en hann hefur aldrei náð neinum árangri í prófkjörum inn í viðreisn eða í kosningum. Nei, þess vegna fór hann bara rétt að leið. Hann fór bara í heiðursætið og sem varaformaður og þá þann ráðherra. Ég heyrði sagt að þar sem að þetta sagan á bakvið hans, að hann hefur ekki umboð almennings til þess að vera í þessu líklega valdamesta ráðherraembættinu, að þá Þorgerður Katrín raunverulega bæði utanríkisráðherra og fjármálaráðherra, þar sem hún hefur daða til þess að sinna sínum málum svipað og Bjarni vildi hafa Jón Gunnarsson í matvælaráðuneytinu. Þetta... Já, akkur ekki. Þetta hljómar ekkert lygilega því að hún sagði sjálf, Þorgerður Katrín, að það líka bara fyrir á síðasta degi sem hún valdi utanríkisráðuneytið. Hún var að velta fyrir sér að fara í fjármálaráðuneytið. Það er mikið á því, en fyrir utanríkisráðuneytið og tekur hann. Kemur varaformaðurinn hann inn án þess að vera lýðræðislega kjörinn. Sem önnur staða. Utanþingsráðherra, við höfum náttúrulega haft svoleiðis, við vorum með eftir hrun. Gylfi og Ragnar voru sinntu bara sínum verkum svona. Ég veit ekki. Það er ekki mörg dæmi þetta. Þetta hefur svipinn manni ekki nú mörg dæmi þetta. Geir Hallgrímsson, hann fjall í prófkjöri mjög sögu þar sem Albert Guðmundsson fellt hann út úr fyrsta seti og reglurna voru þannig að það var náttúrulega enginn að kjósa Geir í annað og þriðja seti, þannig að hann rundi bara niður þannig að hann kom svo aftarlega að hann náði ekki kjöri, þannig að enda í 8. setið eitthvað að þá var Reykjavík eitt kjörgjörn sem formaðurflokksins og hann hafi verið utanríkisráðherra og síðan kjósaði nýjan formann sem Þorsteinn Pálsson og hann var alþingismaður utanstjórnar til að byrja með sem ég veit að var alveg fáránlegt tímabil og svo enda með því að Geir sagði að sér ráðherraembætti og Þorsteinn fór inn í ríkisstjórnina af því að þetta var ófremdar ástand Framsókn að bíða og sjá til. Það verður forðanlegt að sjá svona fyrstu verk ríkisstjórnarinnar. Nú verður að tala að þeirra leggja fram málefnaskrána, ég veit ekki alveg hvort að það er. Þú heyrðir það hvernig bæði Erna og Jóhanna raunverulega yfirlýsingar Þorbergar dómsmálaráðherra, hvernig það stuðu þær. Þannig að við höfum eftir að fá ráðherra og ég heyrði það líka þegar Þorgerður Katrín fór til Úkraínu og lofaði peningum til þess að byggja upp vopnaframleiðslu í Úkraínu, að það sló ekki alla vel, hljóma bara þetta bara býtu hverju munur á þessu og Þórdísi Kolbrún. Ég líka Þorgerður Katrín hún hefur eitt svona galla, hún hælir svo mikið andstæðingu sínum. Hún byrjar á því, í þinginu, hún byrjar margar ræður á því að hrósa einhverjum úr lið andstæðingana og þarna gerur hún þetta með Þórdísi Kolbrúnu. Þegar hún tekur við lyklunum. Þá segir hún, þá bærir hún á mærana, hún hefur staðið sér vel í embætti og annað og svona bara hafi hófið, þú veit ekki að tala of vel andstæðingiði. En Þórdís Kolbrún, hún svaraði á móti og sagði að Þorgerður Katrín hefði verið sinn besti stuðningsmaður í þinginu. Þannig þær eru, ég bara trek það ályktun, þær eru bara á sömu línunni og svo náttúrulega það sem Þorgerður kýs að gera fyrst, nema að hún kallar flóttamannaðstofuna í Palestínu svona bara til fundar til þess að tilkynna þær alltaf flýtagreiðslum sem er svona vísir af einhverju sem gæti verið stefnubreyting varðandi Gaza. En hins vegar alveg sömu svona herská línunni. Köllum það bara og þá er það hugmyndin þú hvort að þú teljir að vera diplomatísk lausn á deilunni eða hvort að ég að beita hervaldi að Þórdís Kolbrún var alltaf svona herforingja megin frekar en diplomata megin og Þorgerður Katrín hefur tekið það eftir svo hefur eftir að fá alla ráðherrana eiginlega til þess að sína svona hvernig þeir bregðast við bæði einhver árit, einhver sem kemur upp og þá held ég að margir séu á vaktinni. Er þetta eitthvað breyting? Eða eru við bara komið með nýja fulltrúa fyrir óbreytta stefnu? Það er náttúrulega komið ljós. Ég meina til dæmis Inga Sæland hefur eiginlega ekkert sagt sem ráðherra húsnæðismál. Kannski hefur ekki verið spurð. Eitthvað svona, ég veit ekki. Nei, ég veit ekki. Það eins og við vorum að tala í fyrsta hlutunum með Ragnar Þór Ingólfsson sem nýkjörn alþingismaður að þá er ekkert starfeyli í gangi. Ég hugsa líka að nýju ráðherrar
það er eitthvað skona bara lokn núna, eitthvað, bara hlé og þá geta verið að setja sér betur inn í máli sín eitthvað, ég veit ekki. Koma í Gíslamartin og spila gítar og svona bara að kynna sig svona sem persónur. Það var mjög flottur. Jón Páll. Og svo skrifar hann grein líka núna sem er mjög góð. Varðandi skerðing, nú er ég ellilífeyrisþegi og ég má vinna held ég fyrir 200.000 á þess að komi skerðing á mig. En ef ég fær að taka út lífeyri minn, að þá myndi vera tekið að mér eitthvað bara 75% eitthvað. Og hann vil laga þetta, að sé sama hvaðan ellilífeyris, ekki þegið, það má ekki segja það, þeir sem eru konur á eftirlaunafólk, að það sé sama hvaðan tekjurnar komi, hvort það er úr séreignarsparnaði eða lífeyrissparnaði eða atvinnu. Heldur hann hafi stuðning til þess að gera þetta? Hvað var þetta Jóhann Páll sem var að leggja þetta? Já. Þetta er nú ekki hans ráðundi. Nei, en hann hefur samt þess að skoðun. Ég sé fyrir mig andmælinu þessu. Það er annars vegar með tryggingastofnun, þar sem allir fá útgreitt ellilífeyri, eins og heitir. Svo eru fólk í lífeyrissjóði og þetta er svo blandakerfi og ef þú ert með 1 milljón á mánuði í lífeyriskerfinu, þá skerðist miklu fyrr, þá skerðast greiðslur tryggingastofnunar nema ellilífeyrin sjálfur, vegna að þetta er samsett upp úr því að þú býrð einn og það verður að búa til svona leið til þess að það er það sem að skerðist. Og ef við ætlum að segja sem svo að ég er með 500.000 á mánuði út úr lífeyrissjóði en þú með bara 100, að það er ekki að við að fá það sam út úr Tryggingastofnun. Þetta er svolítið annað sjónarmið heldur en ef það er sagt að ef ég er á vinnumarkaði eða getur verið að skrifa bók eða gefa út bók eða er að gera eitthvað á vinnumarkaði, að það skerði strax, þannig að ég er bara, segjum að bara á strípuðum tryggingabótunum og ég er að reyna bara að bjarga lífinu með því að bera út mokkan eða eitthvað og þá fer ég í skerðingu og þá sagt, nei, við mátt alveg vinna fyrir 200 skall áður fyrir að skerða í atvinnutekjum, en það sé annað ef þú ert að fá greitt út úr lífeyrissjóð. En lífeyrissjóðurinn, þessi sparnaður, hann er hluti af launum, sko? Það er sparnaður af gömlu launum. Já, það var tekið af laununum mínum eða hvað sem er, sko, á leiðinni. Ég bara er að segja að ég sé alveg fyrir mér, sko, andstöðuna sem að þetta eftir að mæta. Þessi tillaga, sko. Já. Að það sé ekki gerðu greinamunur á atvinnutekjum eða lífeyris... Nei, þetta er ekki fjármagnstekjum. Fjármagnstekjum út úr lífeyrissjóðum sem er ekki, sem er skilgreint sem launatekjur, sko. Það eru skattlagðir sem launatekjur. Það er eitt sem hefur eiginlega aldrei náðst að vera til umræðu, af því að þú leggur inn launin þín og svo líklega áast þetta eitthvað og svo farið þetta borgað út og þá er það skattlagt eins og atvinnutekjur. En hluti af þessu ætti að vera ef þeir tapuðu ekki alltaf peningunum í hruninu og verið alltaf að tapa peningunum í lífeyrissjóðirnir, að þá ætti hluti að náttúrulega skattast ekki svo fjármagnstekjur. Af því að ég lagði svona mikið á laununum mínum og svo ávastaði svona mikið. Þetta ætti að skattleggja sem launatekjur, en þetta ætti að skattast sem fjármagnstekjur lægra. En þetta hefur aldrei svona meila komið til dagskrár, sko. Nei. Sem er svona ósækjandi. Já, en hann vill þetta er í ráðuneytingu, hann ræði við hana. Já, hann var einn fárra þingmanna sem að sýndu málefnum öryrkja og lífeyrisþega áhuga í þinginu. Við ræddum það nú stundum til dæmis við formenn öryrkjabandalagsins, Geðhjálpar og Þroskahjálpar hvaða eru fáir þingmenn sem að hafa sett sig inn í þessi kerfi til þess að skilja þau. Guðmundur Ingi Kristinsson, Flokki fólksins, hann er líka mjög... Já, og Inga og Jóhann Páll var svona eitt fárra svona utan sem er ekki bara öryrki sem að tók þátt í svona alvöru umræðum. En hann er í allt öðru ráðuneyti, hann er í ráðuneytinu hans Guðlaugs Þórðarsonar sem að ég veit ekki, græddi Guðlaugur á að vera í því ráðuneyti? Ég veit ekki. Það var náttúrulega þegar hann var settur í heilbrigðisráðuneyti, það var talað að það væri banabiti, að banabiti allra að fara í heilbrigðisráðuneyti. Ekki hans.
Nei, ég held að Sjálfstæðismenn Hann er búin að vera þingmaður eða ráðherra síðan. En já, það er nú það. En hann hefur verið í vanda, hann var aðal hvatamaðurinn að því að sækja þessa styrki sem að flokkurinn síðan samþykkti að endurgreiða eftir hrun, gríðarlega styrki til FL Group og eitthvað fleira. Ég spurði hérna þegar ég var með sprengis, hann spurði Bjarna ítrekka þessu, þið búin að borga styrki? Já, ég held að ég ekki búin að borga. Nei, eitthvað að þeim, hann gæti sagt það. Já, en það er menn að hætta að spyrja þessu. Já, ég gera það. Þeir lýstu yfir að þetta voru slatti, þetta var 100 milljónir eða eitthvað sem það ætlar að endurgreiða. Nú hafa þeir selt lóðina sína og greiddu sko næstu milljarð. Hvernig er það hægt að þú áttu lóð í Reykjavík og geti grætt heilan milljarð á þröngri lóð hérna sem að... Þetta er bara brask samfélag sem við lögum í. Hvernig má það vera að þegar áður en blokkin er byggð, þá skuldar hún milljarð? Þú veist, 1000 milljónir. Og það er, ég held að það sé ekki alveg, ég held að það sé 700 eitthvað. Við skulum segja bara hvernig fólk til að kanna þetta og lesa sig til mynda. En þetta var sko, byggingarétturinn var sko metin á, minni mig, 700 milljónir. Og við höfum oft fjallað þetta eins og þegar orkureiturinn var að skipta eigendur að það var búið að losa út úr framkvæmdunum áður en byrja að byggja kannski 5 milljarða sem að greið fólki sem að kaupir hérna íbúðir hérna eða leigir íbúðir hérna þarf að borga ævin á enda á sko lánum og vöxtum. Já, verðtryggðum lánum sko. Byrði í samfélagsins af þessu braski. Stóra vöxtum ofan á það og bara árið sem ég keypti fyrstu íbúðuna þá var verðtryggingi sett á. Ég er búin að lifa með verðtryggingun allt mitt líf. Herðu, við segjum þetta gott í bili. Þetta voru gaman. Fýtt þáttur sem við vorum með. Minni á að hérna, umræðin heldur áfram hérna á Samstöðinni. Rauðaborði verður hérna annað kvöld klukkan 8. En ég þakka gestunum sem hafa hingað komið í dag, þakka Sigurunni fyrir hjálpina og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út, en mest þakka ég ykkur sem hafist aldrei hérna við og annarkot hortið að hlustað. Þið eruð hérna aflið sem að breytir þessu samtölu okkar í fjölmiðlun. Þið eru líka þau sem hafa byggt upp dreifikerfi Samstöðarinnar og það hefur bara einfallega gerst með svona góðri afspurn. Ef að þið segir vinum á vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér að þá kíkir fólk á það og þar með stækka dreifikerfi okkar. Þið getur bent á að við erum á Facebook oftast, við erum á YouTube, við erum í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni Samstöðarinnar og einstakra þátta, við erum í útvarpinu 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu, en það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilaran, spilari.is á netinu og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki í síman, þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef til vill, ég veit ekki, ég er eiginlega hættur að trúa því. Ætla önnur fjarskiptafyrirtæki líka að bjóða sínum viðskiptunum með bæfni frá Samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða í þessu þætti, Rauðaborðinu og öðrum þáttum Samstöðarinnar. Það sem drífur Samstöðina áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Þú getur slegist í þannig hóp með því að fara inn á samstöð.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þú getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2500 krónur sem mér er sagt að sé allt og látt. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsskiptin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðina. Þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda og áheyrenda, eina raunverulega þjóðarútvarp, getur við sagt. En þetta er nóg í bili, það er stutt eftir helginni, njótið þess. Takk fyrir.